Kæru gestir, komið sæl og blessuð, gaman að sjá hvað er gott fjölmenni, góður hópur hér í salnum í dag og ég býð ykkur hjartanlega velkomin á dagskrá á þessum sérstaka degi sem við tilengum minningu Kristjáns Eldjárns. En á morgun, 7. desember, er fæðingardagur hans og Kristján fæddist árið 1916 og lést árið 1982. Nú þessi dagur sem Þjóðminjasafn Íslands og Félag fornleifafræðinga standa sameiginlega að er okkur mjög mikilvægur. Á honum heiðrum við minningu mikilvægs fræðimanns sem var meðal frumkvöðla á sviði fornleifarannsókna. Hann stýrði og byggði upp Þjóðminjasafn Íslands á mikilvægum tíma í sögu okkar sem þjóðar og var auðvitað farsæll forseti lýðveldisins. En Kristján var fjölfróður, eins og oft er sagt, og einnig örlagavaldur margra með hvatningu sinni að stunda rannsóknarstörf á fjölda þeirra fræðisviða sem eru innan Þjóðminjasafnsins. Hann lagði enda sjálfur stund á rannsóknir sem voru ekki einungis innan fornleifafræðinnar og þeirra njótum við enn í dag með því efni sem gefið hefur verið út.
Í haust komum við saman, stýrihópur hérna á safninu og stjórn félags fornleifafræðinga til að huga að þessari árlegu dagskrá og var niðurstaða þeirra vinnu að tileinka dagskránna ferðamennsku og fornleifum og ætlar Snædís Sunna Thorlacius, formaður félags fornleifafræðinga, að stýra dagskránni í dag sem fer í hönd. En ég ætla að nota tækifærið við upp á þessara dagskrár og skýra frá því að nú nýverið auglýsti Þjóðminjasafnið stöðu Dr. Kristjáns Eldjárs sem tímabundin rannsóknarstaða við safnið samkvæmt lögum Þjóðminjasafnið og reglugerð sem gildir það. Í auglýsingu kom fram að þessu sinni væri sérstök áhersla lögð á rannsóknir á sviði fatnaðar, textíla og búninga í safnkosti Þjóðminjasafnsins. Við val í stöðuna var meðal annars litið til rannsóknarstefnu safnsins, tengingarverkefna við safnkost og væntanlegrar miðlunar niðurstaðna. Og í þessari viku fór þetta val fram hjá valnefnd og niðurstaðan var eftir að hafa farið yfir 8 umsóknir sem að safninu bárust að bjóða Guðrúnu Hildi Rósenkjær, kjólameistara og sagnfræðingi stöðuna. Umsókn hennar og rannsóknaráætlun í verkefninu Gersemar í hirslum safna uppfylla markmið stöðunar og falla skýrt að helstu áherslum rannsóknarstefnu Þjóðminjasafnsins. Rannsóknarverkefni Guðrúnar Hildar byggir á safnkosti safnsins okkar og gerir ráð fyrir frumrannsókn á varðveittum fatnaði og textílum með markvissri greiningu á efnisgerðum, aðferðum, sniðum og breytingasögu gripa. Verkefnið styrkir leið skráningu og aðgengi að þessum hluta safnkostsins þar sem niðurstöður verða færðar inn í skráningagrunn safnsins í samræmi við áherslur safnsins að gera rannsóknargögn aðgengileg fræðaheiminum og almenningi. Sérstakur styrkur umsóknarinnar felst í tvíþættri nálgun þar sem handverksþekking samþætt sagnfræðilegri og heimildatengdri greiningu. Guðrún Hildur býr yfir víðtækri sérfræðiþekkingu í klæðskurði, kjólasaumi, búningagerð og útsaumi, auk fræðilegrar menntunar og reynslu á rannsóknum á efnismenningu 18. og 19. aldar á Íslandi. Guðrún Hildur hefur að auki reynslu af endurgerð fatnaðar og búninga. Og þessi samsetning opnar á nýstárlega rannsóknaraðferð sem gefur kost á að lesa upplýsingar úr gripunum sjálfum samhliða rituðum heimildum. Og valnefndi var samdóma að verkefni Guðrúnar Hildar væri mjög vel til þess fallið að auka faglegt samstarf á sviði handverks og menningarsögurannsókna og leggja grunn að því að fleiri fræðasvið muni geta nýtt þennan safnkost til framtíðarrannsókna. Það mikið ánægjuefni að fá Guðrúnu Hildi til liðs við safnið í þessa stöðu sem hefur skipt miklu máli innan fræðasamfélagsins á sviði menningarsögu og ekki síður fyrir Þjóðminjasafnið og þær rannsóknir sem lögð áhersla á að forgangsraða hverju sinni. Á nægur að taka. Textílrannsóknir hvers konar hafa verið að aukast á undanförnum árum en okkur hér í Þjóðminjasafninu hefur það verið lengi ljóst að þessi flokkur innan safnheildarsafnsins þarfnast sérstaks átaks og það von mín og okkar að hér sé vegferð að hefjast sem muni skipta sköpum við að festa betur í sessi framtíðarrannsóknir á þessu sviði innan okkar fræða- og safnasamfélags. Þannig að hér með þetta tilkynnt og mikið ánægjuefni og tákgrænt auðvitað að gera það í dag og ég vona bara ári liðnu að þá munum við fá niðurstöður þessara rannsóknar eða einhverja vörður á þeirri vegferð sem að Guðrún Hildur ætlar að takast á við í samstarfi við okkur. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra, nýtti tækifærið núna í upphæð til að segja frá þessu og vil fá að þakka félagi fornleifafræðinga, formanni félagsins Snædísi Sunnu Thorlacius fyrir samstarfi og öðrum úr stjórn félagsins, þeim Delaney Dammeyer, Arthur Knut Farestveit og Margréti Valmundsdóttur fyrir samstarf á undanförnum vikum og auðvitað samstarfsfólki mínu hér í Þjóðminjasafninu, Örnu Björgu, Ragnheiði Skúladóttur og fleiri sem koma því að undirbúa þann dag sem hér og eins vil ég fá að þakka auðvitað þeim fyrirlesurum sem ætla að flytja erindi sín og gera daginn góðan. Með þessum orðum ætla ég bara bjóða Snædísi Sunnu að taka við. Gjör svo vel. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Harpa og takk fyrir komuna öll sem eru hér og líka í streymi á netinu. Dagskráin í dag verður eins og sést hér. Það eru 3 erindi fyrir kaffihlé, svo tökum við korters eða 20 mínútna kaffihlé með kaffi og kleinum og svo verða 2 erindi eftir hléið. Við erum að stefna á að hvert erindi sé í mesta lagi 20 mínútur og svo verða kannski nokkra mínútur fyrir spurningar og sal eftir hvert og eitt erindi.
og þá bara okkur ekkert að vanbúnaði og við byrjum bara á fyrsta erindi, en það Margréta Hallgrímsdóttir, en hún fornleifa- og sagnfræðingur og stjórnsýslufræðingur, var stjórnandi fornleifarannsókna í Viðey á árunum 1987 til 1995, fyrrverandi borgarminjavörður og þjóðminjavörður til ársins 2022 og Margrét núverandi skrifstofustjóri í forsætisráðuneytinu. Og titill erindis hennar í dag Viðey miðlun menningarsögu. Gerðu svo vel, Margrét. Sæl og blessuð, gaman að vera með ykkur í dag. Mikil heiður að taka þátt í þessari dagskrá til heiðurs Kristjánar Eldjárn. Við ekki væntum það og hefur lengum þótt væntum þennan dag og tækifæri til þess að horfa yfir farin veg og þá sögur sem að snýra þeim einstaklingu sem hafa markað leiðina. Og mitt erindi í dag kemur aðeins inn á það hvað Kristján kom einnig við sögu í tengslu við þessa sögu Viðey á Sundum, miðlun menningarsögu. En ég segi stundum að ung var í gefin jáli því að mér var svona kasta út í það að stjórna þarna fornleifarannsókn, 23 ára gömul, rétt búin að klára grunnnám í fornleifafræði, en býja þeirri reynslu því að það dálítið gott að fá tækifæri til að ná sundtökunum snemma. Og þetta var uppgröftur sem stóð yfir í langan tíma. Sögueyjan Viðey náttúrulega sannarlega efni til mikilla miðlunar. Þar hófst snemma byggð, þarna var klaustur starfandi yfir 300 ár. Þarna eru mikið kaflaskil við siðaskiptin og þar verður líka rekið bú og vegum konungskarsins á Bessastöðum. Landfógeti kemur til söguna þegar Viðeyjarstofa og Viðeyjarkirkja eru byggð og það margir með tilefni þessari rannsóknar og svo geti haldið áfram fleiri kaflaskil. Magnús Stephensen eignast eyjuna, síðan verður þarna heilmikið starfsemi í byrjun 20. aldarinnar og svo kemst eyjan í eigu ríkisins fyrir meðalans fyrir tilstuðlan Kristjáns Eldjárns og síðan loks til borgarinnar. En þar eins og ég kom inn á Viðeyjarstofa og Viðeyjarkirkja og þarf ekki að segja þá sögu nákvæmlega í þennan hóp, en þetta eru meðal okkar merkustu steinhlöðnuhúsa frá miðri 18. öld og einmitt embættisbústaðir sem tengjast Danmörku og voru friðu síðar og þegar hér var komið sögu 1986 að það stóð til að endurgera þessi hús og ég muni fara nánar aðeins í þá sögu. Það var kannski ekki gaman að segja að þá var Davíð Oddsson borgarstjóri og hann vildi auðvitað ekki taka lengri tíma í endurbætur Viðeyjarkirkju og Viðeyjarstofu en hafði tekið Skúla Fógeta að byggja húsin miðri 18. öld. Það þýddi auðvitað mikil tímapress á okkur fornleifafræðingana en forsaga þess var að 1968 kaupi ríki Viðey fyrir með tilstuðlan Bjarna Benediktssonar eldri, þáverandi forsætisráðherra og Kristjáns Eldjárn. Og í framhaldi af því sett fjármagn í að endurgera húsin og þið sjáu hvernig staðan hérna. Ég stalst nú til að taka þessa mynd af Sarpi, ég byrst ásökun á því en bara rétt til þess að sýna ykkur. Til að hafa mikið með nýjan áfanga í Sarpi, við lírum samt nota tækifæri að nefna, sannarlega mikilvægt. En þetta var auðvitað mikil barátta við tímans tönn og við erum enn að fást við það, þegar þessi sögulega merku hús sem að auðvitað hefur alltaf verið takmarka fjármagn til þess að halda við. Og það nokkra áratug eftir var reynt að halda yfir tímans tönn. En tekin var ákvörðun síðan 1986 þegar 200 ár voru liðin frá því að Reykjavík fékk kaupstaðarréttindi að afhenda eyjuna þá Reykjavíkurborg. Og það var auðvitað heilmikið og það varð til þess að tekin var ákvörðun að endurgera húsin. Kannski ekki eins algjörlega með að leiðarljósi það að gera þetta upp sem sögulega minjar, en samt sem á sannarlega borin virðing fyrir því og fengið okkar helsti sérfræðingur Þorsteinn Gunnarsson í að hanna þær endurbætur. En það var líka ákveðið að byggja þar við niðurgrafi hús sem var með tilefni þessara fornleifarannsókna af því það fól auðvitað í sér heilmikið jarðrask og þurfti þá að kanna og þetta voru aðrir tímar en í dag því að þar var ekki kannski eins mikil skilningur á því að kanna fornleifar áður en að framkvæmdir hófust. En nú erum við að stödda þeim stað að það er nýbúið að kynna hér stefnu á vegum Reykjavíkurborgar, eiganda Viðeyjar, þar sem að stendur til að vekja meiri athygli á Viðey og bæta aðgengi bæði náttúru og menningararfi, stuðla útivist og fræðslu og svo eru hugmyndir verk sem kallaði Friðarósk, systurverk Friðarsúlunnar, samkvæmt hugmyndum Yoko Ono. En mig langar til að segja frá þeirri sögu sem þarf að liggja til grundvallar þessari miðlun á því sem að snýra menningarsögu Viðeyjar, því þar svo sannarlega mikil saga og ef við ætlum að beina athyglina að friði og friðarósk og þá höfum við sannarlega efni við í okkar eigin sögu líka. En bara svo ég nefni aðeins þessi snýrað tildrögum eða tilstuðlan þessa að við fórum út í þessar rannsóknir í Viðey sem stóði yfir í tæp 10 ár, að þá var lagaumhverfi búin að vera þróun frá 1907.
Svo kveði sérstaklega á friðun húsa og mannvirkja þegar leið á 1969, en svo var svona í aðdraganda þegar uppgröfturinn hefst að þá var komið í umræðuna að svona skerpa betur á ákvæðum sem lutu að því að gæta að fornleifi í tengslu við framkvæmdir. Þó að þau ekki tekið gildi fyrir en 1989. Og þar með var mikilvægt að þegar stóð til að gera upp þessi hús bæði í Viðey og Bessastöðum að það yrði staldra við og fornleifar rannsakaðar og þarna hafa verið risastór verkefni sem við erum enn að vinna að mörg. Ég sé að Guðmundur Ólafsson inn í salnum sem tengist rannsóknuna á Bessastöðum og ég má segja ég sé líka búin að vera með þetta hálfpartinn í fanginu síðan 1986 meðfram öðru. En svona aðeins að dusta ríki á þessu núna til að koma þessari rannsókn frá mér til þess að opna þetta líka öðrum sérfræðingum og fræðingum til þess að hægt sé að fara í þennan gríðarlega gagnagrunn sem liggur eftir þessa rannsókn sem stóði yfir í þessi 9 ár undir gríðarlegri pressu framkvæmdaaðila. En fornleifarannsókn segi á hófst 86 þegar 200 ár liðin frá því að Reykjavík fær kaupstaðarréttindi og núna næsta ári eru 40 ár liðin frá þessum tíma. En þá eru líka 800 ár liðin frá stofnun klaustursins í Viðey. Þannig það eru heilmikil tímamót á næsta ári og fer vel á því að núna sé svona horft til Viðeyjar sem áfangastaður og ég finn það á þeirri stefnu sem borgin er að kynna að það er virkilega virðing borið fyrir bæði þessari náttúruperlu en líka sögueyjunni sem að Viðey er. En þarna kom í ljós, bara svo ég fari mjög hratt yfir sögu, minjar mjög langvarandi byggð. Þær fóru fram á vegum Árbæjarsafns og þarna er bara rétt til að sýna ykkur hvað er langur tími liðinn sko. Það var dálítið óþekkjanlega þarna, en það er semst mikið vatn undir sjávar. Þarna var unnið hratt og vel og með þeim aðferðum sem voru notaðar á þeim tíma, skráð auðvitað samkvæmt hnitakerfi og eftir lögum og svo framvegis, en ekki endilega alveg í byrjun mjög nákvæmlega eftir millimetrum, en það er samt sem að þróast aðferðanafræðin mikið á þessu 9 árum, en mikil áhersla lögð á skráð þessar 17.000 gripi í gagnagrunn þess tíma, fælmeikari þetta var 1000 fermetra svæði það bil og sem sagt 17.000 gripir sem endurspegluðu síðan þá byggðasögun sem birtist í lögunum norðan Viðeyjarstofu því þar er auðvitað mesta skjólið, það er staður sem er á milli hóla og það er ekki skjóli frá Esjunni, það er lendingarstaður við, það brunnur með fersku vatni og gott aðgengi í það náttúruauðlindi sem er í Viðey. En neðst í lögunum, svo ég fari öfuga leið, ekki þá sem fornleifafræðingar fara frá yfirborði og niður, að þá var í neðst í lögunum merki elstu byggð, þar var til dæmis komið ljós skýra leifar eldaskála með langeldi og jarðhýsi þar við líka. Við vitum líka út frá rituðum heimildum að þá komið kirkja í Viðey 1200 og það er minjar sem við fundum gáðu tilefni til þess að ætla að þarna hefði verið bæði búskapur, kornrækt, tóvinna, en það fundust þarna leifar þarum. Þar á meðal þessi áhugaverði rúnapinni með orðinu ást sem er dálítið skemmtilegt. En það má kannski líka segja að það sé ykkur kristin áhrif því að sumir vilja halda því fram að orðið ást hafa líka átt við bara Guðs ást. Þannig að það getur vel verið að þetta sé svona aðeins merkið þarum, en mér finnst hitt miklu skemmtilegra. Síðan er það þykkusti mannvistarleifandi sem kom í ljós í þessum 2 metra þykku mannvistarlögum sem þarna voru norðan Viðeyjarstofu sem ætla má að sé frá tímum klaustursins og auðvitað er það merkileg saga því að við vitum það og þið kannski þekkja það mörg að stofnendur klaustursins voru Þorvaldur Gizurarson sem var þá bróðir Skálholtsbiskups og Snorri Sturluson, lögréttumaður, það var svona forsætisráðherra þess tíma og það var stofnað 1226, kem aðeins inn á það á tímum ólgu bæði stjórnmálum og líka jarðelda á þeim tíma. Og ég sagði stundum í gríni þegar ég fór að taka upp þráðinn aftur og koma þessum skrifum frá mér að það var kannski óþarf að fara að stað með jarðelda aftur svona 800 ári síðar til þess að minna mann á það. En þetta skiptir máli og það má ætla að það hafa haft ykkur áhrif því nú vitum við öll á einn skinni að við finnum fyrir jarðeldum á Reykjanesi hérna á þessu svæði þegar það eiga sér stað. En það gerðist einmitt á þessu ári sem að klaustrið var stofnað og þá var einmitt eldgos undir yfirborði sjávar á Reykjanesi sem að fól í sig mikið öskufall sem að skildi eftir sér sporið út af jarðlögunum út í Viðey. Og það er líka áhugavert að hugsa til þess að þessi 2 höfðingjar sem taka höndum saman og stofna klaustrið, Þorvaldur Gizurarson og Snorri Sturluson, að þeir voru höfðingjar 2 ættarvelda og velja í raun við staðsetningu klaustursins svolítið á mörkum þeirra.
í Viðey. Það voru gríðarlega mikla leifar sem komandi ljós, bæði jarðheimildirnar, fornleifarnar og síðan það skjallega heimildir sem ég hef litið til líka í tengstu við rannsóknina sem vitnuðu bæði klausturstarf og veraldlegan rekstur og gefa innsýn í svona umfangsmikla starfsemi á þessum tíma og það mikilvægt að geta lagt saman þessa heimildaflokka, bæði fornleifarnar og svo skjallegar heimildir sem reynda að verða til eftir siðaskipti og ég fer aðeins inn á það eftir til þess að ná að átta sig á því sérstaklega þeim þáttum sem að lítið vikið að í rituðum heimildum eins og því sem snýr að húsaskipan þar segir heimildum frá starfstíma klaustursins og síðan daglegu lífi. En við sáum það í fornleifunum að þarna var byggð í margra aldaskeið torfhús sem hafa verið mótuð í tímans rás, ekki rifin og endurbeðið eins og gefur að skilja og það vitum við fornleifafræðingar og aðrir sem hafa unnið með menningararfinn að þetta eru mannvirki sem haldið við jafnt og þétt og þau mótuð frá tíma til tíma. En klaustrið var stofnað á þjóðveldisöld og starfar í 313 ár, alla norsku öldina, alla ensku öldina og til siðaskipta. Á þeim tíma konungsvalda styrkjast og kirkjan sömuleiðis og sjávarútveg útvegur í sókn. Þannig að náttúruauðlindir eitthvað sem þarf að beina sjónum að þegar maður að velta fyrir sér þessari sögu. Því það má segja að höfðingjarnir hafi tekið höndum saman, jafnvel til að verja náttúruauðlindir, stofna klaustur, það eignast allar þessar jarðir, raunveru Mari á þessar eigur og svo verða siðaskipti og þá það Danakonungur sem ræður yfir Norðurlöndum út af tími Kalmarsambandsins og þá það í raun og veru Danakonungur sem sé færi við siðaskiptin að taka yfir klaustureignirnar og þar með eignast allar þar jarðir sem klaustrin áttu og það náttúruauðlindir sem að því fylgdu og þar kannski fjölir það þá sögu sem tekur þá við og þá verður til nýr heimildaflokkur, skjallegar heimildir, fógetareikningar, lénsreikningar þar sem var lýsa húsakosti, þar að segja hagsmunagæsla konungs og þar getum við nákvæma lýsingar þó þar verði til eftir að klaustur leggst af en þó ekki löngu síðar 1553 þar elstu þar sem verið að lýsa húsakostunum og það hefur verið reynst mjög gagnlegt við túlkun á þessu gefandi okkur það að þessi mannvirkjagerð byggir á hefð sem að raun og veru breytist ekki mikið á mjög löngu tímabili en það eru þetta áskorun í rannsókninni að nýta heimildir sem verða til eftir að klaustur leggst af en það eru einu heimildirnar sem við eigum sem lýsa í raun og veru þessum húsakosti. Við sjáum þá alveg skýrt á fornleifunum að það mannvirki sem byggður í samræmi við innlenda hefð. Það líka nýttar þær náttúruauðlindir sem í eynni, byggingarefni sem að þar torf og auðvitað byggir rekstrargrundvöllurinn á þeim grunni, þar að segja það bæði fiskveiðar og annað sem birtist í heimildunum, það greinilegur búskapur og svo þetta osttollurinn mikilvægur sem lagður var á alla bændur á Suðurlandi sem var mikilvægur rekstrargrundvöllur við klausturs og hélt allan starfstíma klaustursins í þessi rúmlega 300 ár. Þannig að það sjáum við á þessu en auðvitað má ætla að það hafi verið evrópsk áhrifi en við vitum ekki endilega hvað mikið af þessum rústum hafa komið í ljós. Við vitum bara við rannsökuðum afmarka svæði norðan Viðeyjarstofu og það auðvitað mikilvægt að rannsaka enn betur allt svæði til þess að fá heildarmynd. Það sem við getum gert núna að vinna úr þeim gögnum sem að fyrir liggja og sjá hvaða vísbendingar þar þá byggð sem var á tíma klausturs í eynni. En við sjáum merki daglegt líf sem ekki geti mikið í rituðum heimildum. Þar sjáum við merki innflutning, við sjáum merki það sem snýr að mataræði og búskap. Við sjáum vísbendingar það líka þegar við puslum sér saman við skjallegar heimildir og líka skjöl og annað sem birt sem við eigum birt og varveitt. Þarna hefur verið bæði prófenda, það hefur verið kennsla, við sjáum það líka á bókakosti klaustursins. Við sjáum merki velferðarþjónustu og þjónustu við sjúka, við sjáum það á kirkjugarðinum, en þetta eru brotakenndar heimildir og svo það fornleifarnir sem koma til viðbótar sem gefa til kynna veraldleg starf en líka kirkjulegt. Útskurður, biskupslíkan, altaristeinar, krossar og dillingar og svo auðvitað vaxtöflunar góðu sem eru til sýnis hér uppi. Það sem letur á íslensku, latínu og hollensku og handritafræðingar vildu meina væri frá 15. öld það sem eru Maríusálmur og Maríulauf á loki og við sjáum nokkra vísbendingar Maríu, þetta var þetta Maríuklaustur en þar voru líka dýrlingar
og það sem vakti athygli mína því ég nefndi áðan náttúruhamfarir sem geisuðu á þessum tíma, að þar voru 2 dýlingar nefndir í vígslumáldaga klaustursins, Agatha og Lucia, sem eru einmitt verndardýlingar náttúruhamfara. Og þannig það má vel ætla að menn hafi verið gert sér fulla grein fyrir því að það gæti gagnast klaustrinu en líka samfélaginu og mögulega hafa þessi höfðingi að vera að treysta áhrif sín gagnvart samfélaginu og þar með raun og veru völd. Og enda var eignaðist klaustrið yfir 100 jarðir á þessum tíma sem það starfaði og hefði líka tekjur af gjöfum til klaustursins. Og mögulega hefur val á dýrlingum haft þar áhrif. Svo verða siðaskiptin og eins og ég nefndi áðan að þá eignast konungur þær eigur sem þar eru, húsin. Það tala að ráðist hafi verið á klaustrið en við vitum það öll sem þekkjum varðveislu torfhúsa og torfhúsaþyrpinga að maður rýfur ekkert svoleiðis byggð á einu bretti. Maður getur svona aðeins ráðist á þetta og skemmt og skaðað en maður sér það hins vegar á fornleifunum að þessi hús stóðu á sama stað í gegnum aldirnar og líka eftir siðaskipti og eru endurhlaðin og við sjáum það líka á rituðum heimildum og skjölum að það var veitt fjármagn frá Danmörku til þess að halda við húsunum og þar var hospital og þarna hefur verið byggð alveg fram að þeim tíma þegar Viðey stóðu byggð miðja 18. öld. Bara rétt til þess að bakka aftur í fornleifarnar þá eru þetta svæði sjáum Viðeyjarstofu kirkju hérna fremst og síðan þetta rannsóknarreitirnir sem að við grófum upp og þar fundust framhús sem að höfðu stefnu frá langkliðina fram á móti suðri og voru 3 langhús í raun og veru, það bæði skálinn sem var á grunni til elstur, endurbyggður og mótaður í aldanna rás og svo austan og vestan við önnur 2 framhús, þar á meðal búr með mörgum sýrikerjum sem var lengst til austurs og svo önnur stofa eða framhús minna með grinnri setum til vestur og svo bakhús fyrir aftan og það sem vakti athygli á tímum klaustursins var að húsin voru hituð upp með hlöðnum ofnum sem var annars vegar í einu framhúsana og svo í litlu bakhúsi norðan stærsta framhúsins og svo austan við var stór móöskuhaugur sem var til marks alla þessa uppbytunum að segja svo, allavega var brendur mór og þar undir eldri smiðja sem að samkvæmt gjóskulum var byggð á 13. öld fyrst. Þannig að við sjáum þegar við lesum úr þessum byggðaskeiðum sem að einmitt afmarkað af gjóskulögum sem finnast í Viðey mjög skýrt, það annars vegar landnámslagið frá því 900 síðan miðaldalagið frá því ári sem að klaustrið var stofnað og svo Katla 1500 að þarna rammar það svolítið inn þessi byggðaskeið í grófum dráttum, þar að segja byggð fyrir stofnun klausturs, byggð á tímum klausturs og svo byggð og starfsemi eftir 1500 ef maður miðað við gjóskulögin en þá erum við nokkurn veginn eftir siðaskipti. Og þetta svona teknar haldið upp söguna en eðli málsins samkvæmt þá þróun allan tíman og ekki svona skýr mörk. Þannig að og eins og bara þegar þjóðminjasafnið stofnað á 19. öld að þá byrjar þau einu herbergi og mótast síðan í tímasrás og ég vil meina að það hafi verið svolítið svipað með klaustrin. Það eru auðvitað nýttu hús sem er á staðnum við stofnun klaustursins en síðan er byggt við og það mótast í aldanna rás. En samt sem áður sér maður á rituðum heimildum að það verður ekkert mikil útþensla það verður ekki mikið þensla í rekstrinum þó eigur hafi aukist. Það er svolítið stabill rekstur í gegnum aldirnar. En þetta er þverfræðileg rannsókn þar sem ég er að blanda saman bæði fornleifa og jarðfræði og sagnfræðilegum gögnum og reyna að líta til kenninga á sviði stjórnsýslufræða af því að auðvitað tengist klaustrið Rómakirkju og þeir stígveldi sem teygir sig alla leið hingað norður. Við sjáum líka þessi innlendu áhrif, íslenskar hefðir sem eru svipaðar í aldanna rás þar sem að nýta þær náttúruauðlindir sem hér eru. Þannig að til umhugsunar, þetta eru síðustu orðin, að þá er gaman að spyrja sig í þessi rannsókn. Má það vera að stofnun klaustursins hafi verið liður í því að lægja öldur, bæði í stjórnmálum þjóðveldisaldar og eins á tímum náttúruhamfara. Má það vera að menn hafi verið að huga að því að vernda hagsmuni sína og þar með náttúruauðlindir landsins sem síðan fara yfir til Danakonungs þegar líður á eftir stanstíma klaustursins og hvaða evrópsku áhrif sjáum við bæði tengslu við mannvirkin og annað sem aðrar þær heimildir sem rannsóknirnar skila og sjáum við vísbendingur það að klaustrið eins og önnur klaustur hafi átt sem þátt í að byggja upp samfélag og strúktúr í samfélaginu. Annars bara þakka þér fyrir.
Við höfum örstutta stund fyrir spurningar úr sal ef það eru einhverjar. Já. Mér langar að spyrja, takk fyrir frábært erindi. Mér langar að spyrja að ég hef komið með í Viðey. En eitthvað af þessu sýnilegt í dag? Eða var það lokað og einhver áform að gera einhvers konar sýningu? Já, með svona, ef það Já. Sko, ef þú ferð til Viðeyjar þá náttúrulega sérðu ýmislegt. Menningarlandslagið þurfið sýnilegt, sérstaklega með augum fornleifafræðings. En það sem var gert 1995 þegar skyndilega voru skornar niður fjárveitingar til rannsóknarinnar, þá var tyrt yfir svæðið. Þannig það sjást svona, það hleðslu sem maður fengi að standa og svona aðeins móta fyrir þessum rústum sem voru grafnar upp. En þá sjáum við líka að þetta bara í raun og veru svona gluggi onni þetta menningarlandslag sem hérna á svæðinu sem þyrfti auðvitað að rannsaka mun betur. Og mögulega kannski ef að fara að stað ykkur framkvæmdir í Viðey í tengslu við þessa nýju stefnu Reykjavíkurborgar, þá kannski kallar það á frekari rannsóknir. Þannig að minn draumur að það verði svona fara að stað nýtt rannsóknarverkefni sem tengist af því ég held að það var engin miðlun sem væri áhugaverðari í Viðey heldur einmitt að líta á það sögu og þess vegna segi ég stofnuðu Snorri og Þorvaldur Klaustri meðalast þess að lægja öldur eru við með okkar friðarhöfðingja þarna kannski í Viðey og þurfum kannski ekki endilega á Yoko Ono og John Lennon og eingöngu halda. Þannig að það er allavega mjög mikilvægt að setja þetta í samhengi að mínu mati. Takk fyrir það. Takk. Takk, Margrét. Já, næst á dagskrá er Inga Hlín Pálsdóttir sem er viðskipta- og alþjóðamarkaðsfræðingur. Hún hefur starfað hjá Íslandsstofu og útflutningsráði, auk þess sem hún hefur starfað sem alþjóðlegur ráðgjafi og fyrirlesari. Hún hefur meðal annars tekið þátt í kynningar og markaðsstarfi á áfangastaðnum Íslandi undir formerkjum Inspired by Iceland. Í dag sinnir hún starfi framkvæmdastjóra markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins og titill erindis hennar í dag er Tækifæri í fornleifaferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu. Gjörðu svo vel, Inga Hlín. Herru, takk hérlega fyrir. Þekkið þennan stað? Já. Það er kannski ekki að spyrja þig í þessum hópi, en ég get alveg sagt ykkur það að í flestum hópum sem ég spyrir með þá veit fólk ekki hvað þetta er. Og ég vissi það sjálf ekki fyrir en ég fór í vinnu varðandi höfuðborgarsvæðið og verandi búin að kynna Íslandi í mörg ár. Og það er til skammar, finnst mér, þannig að í þessu. En mér langar kannski aðeins að bæta smá við varðandi sjálf mig, af því að Nú fyrir ekki. Þetta eru Hofstaðir í Garðabæ. Í þessu. Og þið sjáu aðeins meira að þessu á eftir. Mér langar aðeins að bæta við að því ég er að koma rétt á eftir Margréti Hallgrím sem að ég svona kannski svolítið ólst upp í kringum. Þess að ég er eiginlega alin upp á Árbæjarsafni og bókstaflega. Móðir mín vann þar í 35 ár og við bjuggum hérna við hliðina á. Og þetta er mín fyrsta blaðagrein í þessu og þeir sem að þekkja mig vita að ég hef tjáð mig mjög mikið um ýmis mál í gegnum tíðina. En þetta er líklega svona mín eina og eina blaðagrein þar sem ég svona fjalla á kaldhæðinn hátt Viðeyjarstofu og Árbæjarsafn. En umræðan á þessum tíma var svo að Reykjavíkurborg ætlaði að færa Árbæjarsafn yfir í Viðey. Þannig að ég sneri þessu við og talaði Viðeyjarstofu í Árbæjarsafn. En svona ástæðan fyrir þessari grein líka var svo að það sem þetta er 2006 og mér finnst alveg hræðilegt að hugsa um þetta þess að ég komin 20 ár síðan ég byrjaði að vinna í kringum þessu mál. En að ég skrifaði mína BS-ritgerð menningarferðaþjónustu á þessum tíma og þá var þetta svolítið nýtt hugtak að tala menningarferðaþjónustu og ég tengdi það við markaðssetningu. Og það sem að því nú er ég hér viðskiptafræðingur og alþjóðamarkaðsfræðingur þá þótti þetta ekkert sérstaklega hipp og cool að vera að tala markaðssetningu safna. Og ég held að sé ennþá en dag í dag svolítið viðkvæmt efni. Þannig að ég er svolítið kannski stokkið djúpilegum að tala um fornleifaferðaþjónustu og markaðssetningu hér í dag. En það sem að segja, hvað þá fornleifa ferðaþjónustu á þessum tíma. Þannig að mér langaði bara svona aðeins að bæta þessu inn í söguna. En hvað er markaðsstofa höfuðborgarsvæðisins? Við vinnum undir merkjum Visit Reykjavík. Við vorum bara stofnuð fyrir 2,5 árum síðan og við vinnum fyrir öll sveitarfélögin og erum með aðildafélagi í stofunni.
við eigum að þróa og markasta áfangastæðin í heild og erum alltaf að hugsa þetta út frá gestum okkar, hvort sem það eru gestir hérðan bara af Íslandi líka þetta, en mestmennins erum við að horfa þetta út frá ferðamönnum í því sem við erum að vinna. Og okkar áherslur, og ég ætla ekki að fara í gegnum allt þetta, samt að efla vitund og þekkingu áfangastaðinn, höfuðborgarsvæðið. Við eigum líka stuðla sátt íbúa atvinnulífs og sveitarfélagana ferðaþjónustu. Og það finnst mér skipta svolítið miklu máli í því sem við erum að tala í dag, varðandi menningu og menningararfinn, hverju við viljum miðla og hverju við viljum ekki miðla og til hverra í þessu. Og svo erum við bara svona málsvari ferðaþjónustunar á höfuðborgarsvæðinu með sveitarfélagunum og öðru í þessu. En með okkur eru meðal annars 200 aðildarfélagar í dag úr ferðaþjónustunni sem vinna með okkur og svo all stjórnkerfið þetta líka. En við settum ákveðna framtíðarsýn í byrjun áfangastæðin þegar við vorum að byrja að vinna og við höfum svona haldið okkur við það. Við viljum vera leiðandi í sjálfbærni. Við viljum vera ein heild fyrir fjölbreytta upplifun og það snýr að því að við séum að horfa á allt höfuðborgarsvæðið í heild sinni. Þannig við erum ekki bara að horfa á Reykjavík, við erum að horfa á alveg Garðabæ, Hafnarfjörð og að sjálfsögðu Viðey og svo framvegis. En við viljum líka fá fólk til þess að hægja á og það hafi eitthvað hér að gera á svæðinu og kynna sér og þá kemur einmitt menningin mjög sterk inn í. Og líka það að það skili einhver til okkar sem íbúa að ferðaþjónustan hafi einhver jákvæð áhrif á okkar samfélag. Og svo auðvitað viljum við vera gestir áfangastæður. Og við höfum ákveðin svona leiðarljós og stoðir en líka svona ákveðin gildi það að við viljum vera nærgætin í nálguninni varðandi ferðaþjónustuna og viljum vera svolítið umburðarlynd og vera útsjónarsöm gestrisinn og líka bara stolt af áfangastæðunum í þessu. En verkefnin okkar, svo ég færi mér svona yfir í tenginguna við ykkur í dag líka, verkefnin okkar snýr að þessum svona 3 þáttum. Það samstarf og tengsl við hagaðila, markaðsstarf og almannatengsl og þróunarverkefni. Og ég fór aðeins og talaði við gervigreindina og af því að það veit enginn hvað fornleifa ferðaþjónusta á íslensku, ég fann voða lítið það, að ég prófaði að spurja hana og svo aðeins lagaði ég til eftir hana í þessu. En fornleifa ferðaþjónusta vísar almennt til ferðamennsku sem tengist fornleifum, sögulegum stöðum og menningararfi. Þetta getur bæði verið skipuleg þjónusta, til dæmis leiðsagnir, sýningar og menningarreynsla, ætti þetta nú eiginlega að vera, eða fræðileg starfsemi sem miðar að því að gera fornleifastaðið aðgengilegan almenningi á ábyrgan hátt. Mér finnst þetta bara hljóma ágætlega því ég var svona aðeins búin að fikta í þessu, að þessu. Og markmiðið væri að miðla þekkingu og sögumenningu, skapa tekjur, það líka, við erum öll í þeirri vinnu að við viljum skapa tekjur í þessu til viðhalds fornleifa eða fornleifastaðana, efla áhuga og virðingu almennings fyrir menningararfinum og að tengja saman fræðastarf og ferðaþjónustu á ábyrgan hátt. Þannig að hvort sem við erum sammála þessu eða ekki, þá þetta samt kannski svona skópi sem við erum að vinna með. En allt í mínum huga tengist þetta menningarferðaþjónustu. Þetta svona eins og menningarferðaþjónustu sé svolítið regnlífin, svo erum við fornleifaferðaþjónustu, við erum með söguferðaþjónustu og margt fleira sem getur tengst í þessu. Þannig að þið megi alveg eiga þetta alveg skuldlaust, þetta er enga ábyrgð á þessu. En svona aðeins tölur og áhuga gagnvart söfnum, ég veit að Guðrún Þóra kemur meira inn á þetta allt saman örugglega eftir, en söfnin eru mjög mikilvægur þáttur í heimsóknum ferðamanna, en því miður hefur verið aðeins minnkun núna á síðustu árum, úr 33,6% þarna í 31%. Og ef við horfum á höfuðborgarsvæðið þá það líka afar mikilvægt í topp 10 í því sem að fólk gerir og heimsækir á svæðinu. Og ef við horfum yfir veturinn þá það því miður svolítið skrítið að það aðeins minna yfir vetrartíman. Af því að þar virðast norðurljósin svolítið hertaka ferðamanninn í þessu á einhverjum ástæðum. En á sumrin þá hins vegar það í topp 5. Þannig að við höfum eitthvað mikið að gera í því að fá ferðamenn meira inn á söfnun á þeim tíma. Hitt sem ég langar að nefna og ég veit að stundum viðkvæmt eru víkingarnir okkar. Við gerðum ákveðið svona segla verkefni sem vorum að pæla í hvaða áfangastæðir á höfuðborgarsvæðinu væru einhverju áhugaverðir staðir þegar við vorum að byrja því að við áttum bara að fara að markasetja og við þurfum að hafa einhvern grunn í því. Og þá tókum við staðina og það kom mjög mörgum ávart að Skylagún væri orðið svona stórt en það náttúrulega líka því þeir eru mjög öflugir í sinni markaðssetningu. En þá kom Viking hótel og þá fórum við að skoða Víkingana aðeins betur og það bara gríðarlegur áhugi á Víking. Og það tengist örugglega líka einhverjum sjónvarpsþáttum og öðru en það samt kannski hluta þeirri sögu sem við getum kannski aðeins híft upp til þess að fá meiri áhuga, sérstaklega hjá Bandaríkjamönnum. Þannig að mér langaði bara að nefna það. En
Mér var sagt þegar ég voru að skoða þetta, þú voru bara að fara inn á Minjastofnun og nú er ég ekki fornleifafræðingur eða neitt og ég sagði, já, ég ætla að fara og skoða hvað helstu staðir eru hverju við ættum að vera að koma á framfæri. Já, hjálp í þessu, hvað á ég að byrja í þessu og það er kannski svolítið svona umræðan sem við þurfum að taka, hvað á maður að byrja í þessu og en við hefum verið að búa til svona ákveðna ferðaþjónustu kjarna á höfuðborgarsvæðinu, eða við erum skipt höfuðborgarsvæðinu svolítið niður í þessu ferðaþjónustu kjarna og erum að vinna svona ákveðið hagaðila samtal og inn á þessum svæðum, þar sem við erum svona að ræða hvað við viljum við kynna og hvað viljum við ekki kynna inn á þessum svæðum. Og það er mjög ánægilegt að ég sé frá Minjastofnun að hún hefur til dæmis verið með okkur inn á Seltjarnarnesi og núna í Kópavogi og þarna held ég svo mikilvægt að við náum þessu samtali þannig að við fáum líka einhverja dýpt inn á svæðunum varðandi þessa hluti. Þannig að þetta held ég sé mjög áhugavert. Svo fór ég líka bara að velta fyrir okkur, vefnum okkar, Visit Reykjavík sem svona kynningarvefur og mun líka í framtíðinu líka horfa til íbúa og fleiri. Bara hvaða staði eigum við að kynna og hvað ekki og hvað má ég? Minnst það líka bara að vera spurningin sem ég er búin að nefna þess. Og þetta samtal hefur ekkert átt sér stað, þannig að ég held að það séu tækifæri í þessu líka. Í almannatengslum, þá til dæmis núna, þá bara fyrir, 15-21. september, þá var History Hit hér og ég veit ekki hvort þið vitið hverjir þetta eru. Þetta eru risastórir podcast aðilar, eða svona miðlunar plattform og þeir gerðu hér marga þætti sem að koma svona hægt og rólega út og með áhersluna fyrstu aldir Íslandsbyggðar í þessu. Og þetta eru bara blaðamenn sem eru bara að fjalla og fólk út í heimur að hlusta og fleira og ég held að sé mikil tækifæri í svona að búa til fleiri verkefni því tengdu. Síðan skiptir bara rosalega miklu máli eins og við erum að tala ferðamenn í þessu að þeir viti hvað upplifun þeir eiga að fá og hvað það sem þeir eru að koma hingað á mjög takmarkuðum tíma ferðamaðurinn, þannig að hann vill vera alveg með á hreinu hvað hann er að fara að sjá, þannig að það skiptir miklu máli að við séum virka á samfélagsmiðlunum, við séum vefsíðurnar séu að segja okkur strax hvað við erum að fara að gera, hvað við fáum að sjá og svo framvegis og því miður til dæmis eins og Hofstaðir, þá það bara á íslensku, sávefur og við höfum svona verið að ýta í Garðabæ með það að færa þetta yfir á ensku líka. Og fleira svona þar sem við þurfum að vinna. Ég setti nú bara inn að þetta eru aðildafélagar okkar hér, Þjóðminjasafnið og Heimur í orðum og Borgarsögusafnið, en bara svona til þess að nefna sem dæmi fyrir höfuðborgarsvæðið. Það skiptir svolítið miklu máli við séum að vinna og við vinnum mjög vel með öllum þessum aðilum í kynningu líka hjá okkur. En ég ætla aðeins að fá að sýna ykkur eitt og kannski styður það einhverja, en það verður bara að hafa það. Þetta áhrifavaldur og að vinna með áhrifavaldum í dag skiptir bara gríðarlega miklu máli í markaðssetningu og þetta svona eitt af okkar fyrstu og hann fer ákveðinn stað og við sjáum það alveg að til dæmis eins og Helgufoss sem hann fór á að það er aukning þar af fólki sem fer, þannig að ég ætla aðeins að sýna ykkur það. En þarna eru aldeilis margir staðir sem að tengjast fornleifum og einhvern máta. Þetta er Norðmaður sem að fer heiminn með kaffibollan sinn og gerir svona alls konar dansa. En það er nú bara þannig í dag að unga fólki okkar, það er á samfélagsmiðlunum, það er á TikTok og það er bara festir og gerir bookmark á TikTok og segir ég ætla að fara þangað og ég ætla að fara þangað og svo framvegis. Þannig að það skiptir máli þessi vinna ef við viljum fá fólk inn á staðina. En ef við horfum aðeins á höfuðborgarsvæðið, þá svona gagnvart þeir sem hafa komið á Hofstaði, vitið að það er svona margmiðlunar sýning þar, að þú stendur og getur kíkt í kíki og séð hvernig það var hér áður. Og ég bara svona velti fyrir mér, eru fleiri staðir sem hægt að vinna slíka vinnu eða einhvern annan máta og þarna fór ég inn á ferla og Þinghóll og Þingnes, hvort að þetta er einhverju staði sem væri hægt í framtíðina að horfa til með svona nálgun eða eitthvað annað. Við náttúrulega gerum það ekki á markaðsstofunni, þetta er eitthvað sem að sveitarfélög eða einhverju aðrir tækja að sér, en það er svona ákveðin tækifæri í þessu.
Hér líka þriðji landnámsskálinn á höfuðborgarsvæðinu, ef ég skilda rétt, undir Hótel Reykjavík sögu. Þeir eru ekki búin að gera þetta sýnilegt, en það samt tækifæri þar til þess að gera það meira sýnilegt og þeir eru alveg örugglega í þeirri skoðun, þó þessi örugglega, ég held að hótelið sé ekki alveg 100% fullbúið, þannig að það kannski næsta skref hjá þeim í þessu. En það er það sem mér finnst, það ákveðin saga í því að segja 3 landnámsskála hér og sýna sögunni kringum það og fara með leiðsögn og svo framvegis. Þannig að mér finnst það skipta máli að við segjum sögun og við pökkum sögun líka svolítið inn, af því að ég ekki fornleifafræðingur, ég ekki sagnfræðingur, mér vantar hjálpina við það að setja þetta saman þannig að þetta verði áhugavert og slíkt inn í markaðssetningu og öðru. Það að segja ef við viljum og það sem við viljum markaðssetja í þessu. En hér var svona dæmi, ég hent nefnilega aðeins inn á LinkedIn og spurði hvort að fólk þekkti eitthvað svona fornlega ferðaþjónustu og svo lesast á ensku og þá var mér bent á þetta, þarna var sjónvarpsþáttur sem var gerður, þarna aðili sem bara heilt sumar á þessum stað og gerir þarna einhverju sjónvarpsþáttaseríu sem sýnd á BBC ef ég man þetta rétt í framhaldinu og kannski það eitthvað sem að væri gaman að gera, að miðla því á þennan máta. En svo náttúrulega þegar ég fór að skrifa eitthvað svona og gera eitthvað, þá fekk ég strax einhver boð og þetta eitthvað sem að vera til núna og ég hef ekki séð áður þó ég sé búin að vera í svona þessum markas- og áfangastaðastofum í svolítið mörg ár að þá verið að bjóða í svona aðild í kringum svona samtök sem eru heritage og tourism og heritage í þessu. Þannig að það kannski eitthvað meira sem að gerast í þessu. En að lokum þá svona tækifærin og ég veit ég er búin að fara mjög víða. Það var svolítið erfitt í svona fyrsta að reyna að pakka þessu inn í einhvern pakka en þetta er mjög spennandi og nú langar maður að gera eitthvað meira með þetta. En fornleifar, það þurfa kannski að vera svolítið hluta markaðssetningu á áfangastaðnum á einhvern máta sem við þurfum að ræða, hluta sögun okkar, þetta hluta sögun okkar að sjálfsögðu og hvernig við miðlum því og sköpum við upplifun í því eins og ég var að sýna ykkur áðan og eins og ég segi það ekkert allir á þessu en eitthvað verðum við að gera líka til þess að sýna okkar staði. Við getum líka hugsað þannig við sem líka búa til ferðir og hugmyndir á dagleiðum á höfuðborgarsvæðinu eins og inn á okkar miðlum og líka bara þematengt. Ég held að hún frá Minjastofnun hafi nefnt einmitt hermenjarnar, það helveg heilmikið af þeim hér getum við unnið eitthvað með það, getum við unnið eitthvað með landnámið, sett þetta meir í búning þannig að fólk áttist betur á því. Þetta mögulega ef við förum í dýptina mjög sértækur markhópur en á sama tíma þetta bara hluta sögunni og ég held að það sé það sem við þurfum kannski að huga. Þetta má ekki alltaf bara vera þannig að þetta sé bara fyrir einhvern svona sértækan. Þetta hluta af stóru myndinni. En hjá okkur er starfandi faghópur menningar og samtök söguferðaþjónustu eru aðildafélagar hjá okkur. Þannig að við höfum alveg plattform til þess að eiga þetta samtal og mér finnst alltaf mikilvægt í svona og ég bara eftir lokapunkturinn minn að fornlega ferðaþjónusta krefst samstarfs og samtals milli fornleifafræðinga, safna, sveitarfélaga og ferðaþjónustuaðila. Þetta ekki eitthvað sem maður gerir í sílói í þessu og þannig bara búum við til samstarf sem eykur slagkraft og í þessu. Og hér enn einn áhrifavaldurinn sem fór á Árbæjarsafni og í jólastemninguna í fyrra og vakti athygli. En hef ég eina mínútu? Ég var að sýna ykkur bara svona aðeins að ganni stutt kynningarmyndband höfuðborgarsvæðið og leyfa ykkur að hugsa á meðan þið horfið á þetta hvort það ykkur staðir sem eru tengdir fornleifum sem við ættum að vera að hugsa
En það sem ég ætla að segja ykkur kannski líka, ég sleppti alveg Viðey af því að ég vissi að Margrét á undan mér, en Viðey munum að sjálfsögðu vinna með Viðey sem eitt ferðakjarna í okkar vinnu í þessu. Þannig að takk fyrir. Eru það einhverjar spurningar úr sal? Eru þið öll fíl út í mig? Ekki ég. Fuglaskoðun. Fuglaskoðun, já. Hefur verið næstu eftir golfi næsta fjölmennasti túr í heiminum. Það er mjög lítið gert sem borgarfæðinu fyrir fuglaskoðun. Já. Og það er mjög gott tækifæri til þess á Tjörnina. Og nú voru ellistin var og Tjörnin búin að vera í svelti, bannað að skoða fuglunum. Þannig að þetta er ófremdar ást. Það er bara prófum. Margar gæsastótt, 2 fuglar sem var komið á Víkahópinu 56 og snert lausum á Tjörninu. Ræðaraldur þetta lært, farflug lært. Já. Ræðaraldur farflug. Ég held. Ástand sem er í fuglaskoðun líka. Já, en varðandi fuglaskoðun, þá er náttúrulega það farið út frá gömlu höfninni, þá farið í fuglaskoðun í Laufey og fleiri staði. En einhvern tímann heyrði ég, og nú ég alltaf að læra meira og meira höfuðborgarsvæðið, að það væri alveg gríðarlega mikil fuglaskoðunar tækifæri í Kópavogi, eiginlega við Þinghól, ef ég mann rétt, er það ekki eftir mér? Ég sá að þú kinkaði á kolli, en á því svæði er alveg gríðarlega mikið fuglalíf sem að fuglaskoðarar vita af. Og svo náttúrulega líka margæsin, margæsin sem kemur inn á Bessastaði og þar, og það er líka eitthvað sem fuglaskoðarar hafa verið að skoða. Og við höfum alveg átt þessar umræðu fuglaskoðun, en reyndar ekki gagnvart Tjörni. Og Viðey, eða sjálfsög. Það er fuglar og við fyrir út að Kjalarnes líka og þessu, en það er ekki eiginlega tækifæri þessu og ég er alveg saman með því. Önnur spurning? Já, mér langar að bæta þér, þakka þér fyrir. Þú varst að tala Þinghól. Já. Fleiri staði. Það er svona af því að, ég var með nemendur fyrir mörgum árum síðan sem voru styrktir af Nýsköpunarsjóðnum og voru að fjalla náttúruuppgöðun í Reykjavík. Já. Og það náttúrulega tengdist alltaf menning og ekki síst farinni menning. Já. Og það er unnum með Laugarnes. Og ég held að Laugarnesi sé, að þú veit, staði í Reykjavík sem hægt að lína með á þennast svipaða náttúruuppgöðun og þá held ég að það sé algjör ferð. Já. Takk fyrir. Mjög gott. Mér er að spyrja, er það einhverja gátt eða einhver staðaverkefni þar sem að fólk getur sett í flughugmyndir sem er nú framfæri fyrir það? Nei, en þú mátt bara senda mér post, inga@visitreykjavik.is. En það er eina markastu höfuðborgarsvæðis, bara að segja eftir að senda okkur Facebook skilaboð. Nei, ég er ekki með neitt, við erum ekkert komin þangað í Já, einmitt. Nei, já, en góða punktur. Kannski minna svona spurning með eitthvað svona vangaveltur. Maður er þetta svo þetta er eitthvað svona okkur eitthvað sem að við viljum rosalega mikið en kannski það sem er óttast svolítið er einhvern veginn að þetta geti virkað svolítið eitthvað svona maður vill ekki að þetta verði eitthvað ódýrt svo, að með því að vilja markaðsetta söguna að þá verður hún svo afbökuð þá verður bara svona fáránlegt. En það kannski felst í góðu samtali kannski á milli allra hópana. Ég held að það gerir það nefnilega. Já. En við erum náttúrulega, að því ég er búin að vera svolítið lengi í að tala þetta og að eiga samtali, en við erum þetta er rosalega hæg vél, svona orðað þannig, í þessu. Og ég held, að við þurfum bara að fara vel með söguna okkar. Þá skiptir máli samtali og það skiptir máli að við kannski erum, ekki við heldur bara ég og þú, við séum bara undan.
til þess að það verði ekki ódýrt, skilur við bara. Já, nákvæmlega. Þú veist, þannig að við vitum hvað við viljum vera að kynna og hvað við viljum ekki kynna og hvernig við viljum kynna það. Þú veist, það alltaf lykillinn í þessu. Þannig að ég er alveg sammálaður þarna, maður þarf bara að valla í það og við ætlum ekki að vera með plastrakka með vikinga, ég er ekki að tala um þannig markaðssetningu, þannig að alls ekki. En ég veit alveg hvað þú ert að vísa í, því mér, já. Já, góðan dag, Rúnar Leifsson heiti ég, fórstöðumaður Minjastofnunar Íslands. Það er þetta með sanngildi, sko, það er mikilvægt að halda í það. En smiðjum getur verið áskorar og getur svaru að gera þó að sé handið í sanngildi, skiljum. Það sem þú sýndir hérna voru óslega niðurstöðum fólklega rannsóknum, sko, og það er eitt, þú veist, það er hérna skálum í Garðabæ og svona í bæ. En það er mjög mikið af fornleifum í landinu út allt og Íslandi látur oft lítið yfir sér og við höfum mest að hugsa mikið um hvernig við getum kynnt svona staði, hvernig við geta innliði á þess að varpa skuld á viðfangi sjálfs. Þetta er einhver balans og við erum átt að viðbúast í samtali og samstarf til þó góð, sko. Það er bara komið á vatnari. Og við erum svo þakklátt fyrir að gefa einhver tíma með líka í þessu, þannig að ég held að þetta sé bara svona uppáfið einhver meira samtali í því. En það var eitthvað mjög áhugavert að búa til kort sem með einhverjum, þú veist, völdum stöðum sem segði einhverja sögu og við værum öll að miðla því Íslandsstofa geti verið að miðla því, við getum miðlað því og þú veist, þannig gæti við komið í veg fyrir smá svona, afbökun líka. Og bara við erum í Reykjavík og við erum með miklu möguleika til að miðla það sem Reykjavík og það er eitthvað sem við erum að bæða okkur og ákvæmdi á því. Sammála. Við brandur kingar hvað líktir aftur. Einu viðbót. Getur við kannski komið? This is another question about loneliness. There was talk in the news a few months ago about basically filling in that whole area as part of land reclamation, as part of the proposed new road. And I was wondering... Já, borgarlínan. Nei, ekki borgarlínan, Sundabraut. I can't answer for that. No, I just was like, Yeah. God, I hope they don't do it. Yeah. I don't know anything about it. But I think it was actually more... It is a bit more north, yeah, I think so, yeah. But, yeah. I know, right? Takk Inga, kærlega. Ok, þá er það síðasta erindi fyrir kaffipásu. Það er Guðrún Þóra Gunnarsdóttir. Hún er íslensku bókmennta- og ferðamálafræðingur. Hún leiddi uppbyggingu ferðamáladeildar Háskólans á Hólum og sat í vísinda- og tækniráði. Hún var einnig fulltrúi Íslands í Norrænu Atlantshafsnefndinni og hefur síðan 2016 sinnt starfi forstöðumanns rannsóknarmiðstöðvar ferðamála. Erindi hennar í dag heitir Fornleifar og ferðaþjónusta, hvað viljum við vita? Gjörðu svo vel, Guðrún. Já, takk, komið sæl. Þannig við, hver fyrir áfram hérna, já. Já, Guðrún Þóra heiti ég, er forstöðumaður rannsóknarmiðstöðvar ferðamála, RMF. Við erum lítið batteri, samstarfsverkefni 3 háskóla, HÍ, Hóla og HA. Auk þess koma samtök ferðaþjónustunnar og ferðamálastofa að okkar verkefnum og okkar stjórn. Við erum með skrifstofu hérna við HÍ þar sem eru 3 starfsmenn og svo erum við skrifstofu við HA þar sem við erum 2. Við erum kannski hugsuð frá upp að þetta batteri var stofnað, hér þá reyndar ferðamálasettur Íslands, þegar að kennsla í ferðamálum var að byrja á háskólastigi. Við byrjuðum 96 á Hólum, 97 byrjaði við HA og 98 hér við HÍ. Þannig að þá var ferðamálafræði að fræðigrein og viðfangsefni innan háskólanna og þáverandi rektorar hér við HÍ og HA ákvaðu að það þyrfti að ýta undir rannsóknarstarf og efla það til að byggja upp þessa grein. Í stuttu máli sagt þá erum við enn svolítið á sama stað að óska eftir stuðningi og kröftum við rannsóknir á þessar atvinnugrein og ég kem kannski aðeins betur inn á það eftir. En mér langar að fá að þakka fyrir að fá að vera með ykkur hérna í dag. Það er svona kannski tvöföld ástæða. Fyrsta lagi eins og kom fram þá var ég á Hólum
í meirinn 2 áratugi og akkurat þá fór náttúrulega fram Hólarannsóknin, þannig að og þá var ferðaþjónustan undir hatti ferðamáladeildar á þeim tíma, þannig að það var töluvert mikið samstarf í tengslum við ferðaþjónustuna, rannsóknina og miðlun á þeim vettvangi. Þannig að það var náttúrulega mjög mikið að gerast og mikið talað fornleifar og slíkt. Og svo hin ástæðan að ég svardalingur í húð og hár og sem svardalingi þá þykir mér náttúrulega gaman að tala á málþingi sem tengist okkar besta manni. Þannig að það mjög gaman. En ferðaþjónusta og ferðamennska eru í rauninni bæði efnahagslegur og menningarlegur veruleiki og við gleymum því oft, við hugsum allt of mikið ferðaþjónusta sem bara business. En ferðaþjónusta líka og ferðalög eru rosalega áhrifamikill menningarstraumur. Ferðaþjónustan svona, hún í rauninni það hreyfiafl sem að skapar ný tengsl og hún fær okkur oft til þess að sjá og upplefa staði og okkur sjálf á nýjan hátt. Við speiklum okkur alltaf í öðrum og samskiptum okkar við aðra og það hefur ferðaþjónusta gert að verkum að við fáum ótal tækifæri til. Og þið þekkið það náttúrulega öll sem hér hafi búið á undanförnum áratugum hvað þetta hefur breyst í okkar samfélagi. Og ferðaþjónusta hefur gríðarlega mótandi afl og það bæði til góðs og getur líka verið til íls á menningu og samfélög áfangastaða. Og við þekkjum náttúrulega öll okkar sögu hér, sem sagt hvernig ferðaþjónusta sprakk út á árunum fyrir COVID og þetta okkar langstærsta útflutningsgrein núna. Ef maður rétt á stendur hún undir 30% af útflutningstekjum þjóðarinnar sem þýðir að hún mjög mikilvæg. Þannig við getum ekki gleymt henni og mjög mikilvægt að við séum þá að velta fyrir okkur hvernig nýtum hana til góðs og til þess að efla okkur og okkar samfélag. Og vegna þess að ferðaþjónusta mannannaverk. Það hægt að stjórna. Þetta ekki eldgos eða snjóflóð eða eitthvað sem dettur yfir okkur. Og við eigum erfitt með að stjórna. Stundum tölum við þannig samt. Að það sé eitthvað náttúruafl bara sem hrynur yfir okkur og við bara verðum að taka við því og við erum svolítið í viðbragðinu og við höfum verið því miður. En þar eru rannsóknir algjört grundvallaratriði og við þurfum meiri rannsóknir til þess að bæði stjórnvöld og þeir sem í greininni hafi í rauninni þekkingu og upplýsingar til þess að meta og greina áhrif hennar á samfélagið, á náttúruna og auðvitað á efnahaginn. En eins og ég sagði þann, þá hefur nú því miður verið þannig að framlög til rannsókna hafa ekkert mikið breyst síðan að RMF var stofnað. Þráttur þetta sé stærsta útflutningsgreinin okkar og ef við berum okkur bara saman við aðrar atvinnugreinar, hvað sett í rannsóknir þar, þá þetta bara pínupons eins og þar stendur. Þannig að við vitum ennþá mjög lítið það hvernig bara landið og í rauninni einstök samfélög eru og hafa verið að breytast í þágu væntinga ferðaþjónustu og þróun hennar. Þannig að við eigum gríðarlega bara mikið verk unnið hvað þetta varðar. Hvernig til dæmis skilja og upplifa þeir sem að búa á ákveðnum áfangastöðum. Það breytingar sem hafa af sér stað í kjölfar þróunar og uppbyggingar ferðaþjónustu. Hvaða áhrif hefur það, bæði góðs og ills? Mér finnst stundum þegar maður segir áhrif, þá hugsa allir átómatist neikvæð. En það ekki þannig. Áhrif geta verið bæði jákvæð og neikvæð og við þurfum að greina hvernig þau eru. En eins og í rauninni, Inga-Lín búin að dekka allt sem ég ætlaði að segja. Takk, Inga-Lín.
að sko, það búið að ræða svolítið á undanförnum misserum þörfina á því að efla samstarf á milli safna og ferðaþjónustunnar. Og þar hefur fólk svona eins og Inga Hlín sem að markaðsetja áfangastaði, að leita nýjum tækifærum, verið einmitt mjög ötul í því að tala svo við söfnin og það bara mjög gott að heyra hvað þið eru í góðu samstarfi af því að ég alveg hjartanlega sammála í því að samtalið, samstarfið, það tryggir, eins og þið bara að ræða hérna, að vera ekki plast eitthvað, það tryggir að vöruþróun í menningarferðaþjónustu verði vel undirbyggð og trúverðug og það auðvitað mjög mikilvægt. Akkur vill þetta ekki fara áfram þar ég var hér, já. En það spurningi hvað við viljum vita. Við vitum allavega að fornleifar hafa aðdráttarafl. Það ekki spurning. Og eins og kemur fram í þessari 20 ára næstu tilvitnun í grein eftir nöfnum mína sem við unnum nú saman lengi á Hólum við ferðamáladeildina og hún birtir þarna grein í hinu ágæta blaði Frey undir titlinum Fornleifar og ferðaþjónusta að fornleifar hafa mikið aðdráttarafl og ferðaþjónusta hún getur sem sagt hún skapar forsendur fyrir því að veita farveg fyrir þessa upplifun og kynnast og fræðast og vita hvað verið að tala í þessum fornleifa rannsóknum. En svo það reyndar þannig að sko sjálfar rannsóknirnar eru oft jafnvel áhugaverðir í augum sumra heldur en sko það sem verið að rannsaka. Það að svona bograndi fornleifafræðingar með einhverjar múlskeiðar eða hvað það sko bara pínu aðdráttarafl í sjálfu sér sko, fyrir marga. Það þekkja örugglega þeir sem hafa verið að grafa á vettvangi og fólk í kring sko, að það spennandi bara að sjá þetta í action sko. En eins og var nú komið inn á í bara umræðan áðan, það var ekki Rúna sem nefndi það, að þá þetta svolítil áskorun líka sko, svona samtvinnun gesta og fornleifagröfts, það ekki alveg svona endilega auðvelt og það felur í sér ákveðna áskorun því að þarfir ferðaþjónustunnar og þeirra sem að standa að fornleifarannsóknunum geta verið ólíkar og ekki síst þegar kemur að svona miðlun og líka verndun og varðveislu. Það náttúrulega gríðarlega mikilvægt og þannig að þá þurfum við að spá í hvaða aðferðir tryggja þetta jafnvægi milli miðlunar og verndunar. Þetta í rauninni nákvæmlega sama náttúru áfangastaði. Hvaða sko aðferðir, hvernig tryggjum við, hvernig stýrum við þannig að sko við sem ekki að ganga á náttúruna en veitum samt fólki aðgengi og þannig að geti upplifað eitthvað sem að kannski hefur aldrei tækifæri til að upplifa á sínum heimaslóð. Þannig að það í rauninni mjög margt sem að við viljum vita og þurfum meiri vitneskju og bara í fyrsta lagi þá væri bara mjög gagnlegt af því að ChatGPT þurfti að koma til hjálpar sko sem oft mjög gagnlegt en þá væri bara gagnlegt að fá yfirsýn yfir framboð fornleifa tengdra ferðaþjónustu hér á landi sko bara hverjir og þetta svona þetta náttúrulega bara grundvallar vitneskja en hún skiptir máli samt til dæmis fyrir frekari bara rannsóknir til dæmis á frumkvöðlastarfi sem mjög mikilvægt innan þessa geira og hvað það þá sem að það þarf hvað þurfum við að gera til að það dafni sem best því að fornleifar og fornleifarannsóknir þær verða ekkert sjálfkrafa vöru eins og Inga kom nú inn á áðan það ekki bara það að sé til eins og kortinu sem hún sýndir að það verður ekki sjálfkrafa vara í ferðaþjónustu þær verða að vera settar í samhengi og þær verða að vera útskerðar og þær verða að vera gerðar aðgengilegar og það þetta til dæmis við þekkjum það nú sennilega öll að góð leiðsögn getur dýpkað upplifun og svona skapað
einhver svona hughrif sem að tengja okkur við og staðinn og gera heimsóknina minnistaði og svona ánægilega. Þannig að við þurfum að rannsaka hvernig, hvaða miðlunarform skipta máli og skapar sterkustu tengingarnar. Því að það er líka mikilvægt að við öflum þekkingar í raun og veru á öllu ferlinu, ekki bara til þess að varan sem við búum til eða ætlum að búa til sé sem minnisstæðust, heldur líka að við sem meðvituð, eins og vorum að ræða áðan, hvað á sér stað í allir framsetningunni, hvað á sér stað val og túlkun, þetta snýst nú alltaf það og þær ákvarðanir skipta máli, þannig að svona gæði og fagmennska verði í fyrirrúmi. Og þess vegna skiptir líka máli að við sem að rannsaka hvernig til dæmis íbúar upplifa vöruvæðingu menningar, minja og sögu. Hefur það einhver áhrif? Hefur það til dæmis áhrif á staðarvitund? Tengsl? Ég veit það ekki. En það var í gamla að skoða og rauninni kafa vel í það. Og víða til dæmis að því að Inga Hlín sem forstöðumaður höfuðborgarstofu, að þá fornleifar víða ríkur þáttur í svona mörkun áfangastaða, svona branding eins og maður segir á ensku. En við höfum bara mjög lítið rannsakað hvernig menningar, minjar og fornleifar þá gætu mögulega styrkt ímynd áfangastaða og svona dregið sterkar fram einhverja þætti sem skapaði sérstöðu, því að þetta snýst nú alltaf svolítið það að fá sérstöðu og standa upp úr í samkeppninni. Það allir að keppa athygli og nú orðið á TikTok og í snörpum myndböndum. Ég búin að átta mig þegar við í rannsóknunum við þurfum að fá okkur áhrifavalda. Við bara erum að klikka svolítið á því, Þannig ég tala við þig á eftir. En svo þarf náttúrulega líka að rannsaka eftirspurnarhliðina og Inga kom aðeins inn á niðurstöðu það, þannig ég ætla ekki að tíunda það að átta sig á bara hvað fólk, ferðahegðun skiptir þetta máli, hvað fólk gerir, hvaða væntingar hefur og kröfur og tengslvæntinga og upplifun og slíkt. En eins og Inga Hlín sýndi til dæmis í þessum könnunum sem brottvárakönnunum sem gerðar eru hjá Ferðamálastofu, að þá þetta svolítið menningin, það ekki brotið mikið niður. Það eru hátíðir, það menning, heimsóknir og söfn. Við þyrftum að fá þetta miklu betur greint og það eitthvað sem að væri mjög áhugavert. Og svo þetta lengri listi, ég geti talað lengi þetta, og það náttúrulega einmitt áhrif samfélagsmiðla. Hvað hefur það, hvernig. Og eitt af því sem að samfélagsmiðlarnir hafa náttúrulega gert svolítið að við stýrðum ekki alltaf, Inga Hlín að reyna að stýra þannig ákveðnum áhrifavöldum, en svo koma aðrir sem enginn stýrir og við töluðum fyrir COVID Bieber-effektin í ferðaþjónustunni, því að Justin Bieber kom í heimsókn og setti ákveðna stað á kortið og það var náttúrulega ekki stýrt og það hafði gríðarlegar afleiðingar, þannig að það ýmislegt svona sem getur komið inn í og þó við séum búin að rannsaka og skapa þekkingu þá getur það rústað þessu. Svo þetta tæknimálin, stafrænar lausnir og ekki ég sérfræðingur þar, en það eitt af því sem við sjáum að að gerast núna, að þessa viðbótarveruleikinn, sýndarveruleikinn og gervigreindin að breyta því hvernig við getum unnið til dæmis með miðlun og þá ekki síst að miðlun svona eins og menningar, minja sem að jafnvel eru ósýnilegar, þannig að það skapar örugglega ýmis tækifæri og ég held að við hefum eftir að sjá það í framkvæmd bara á allra næstu árum, því að það eru ýmsar hugmyndir og kreiki, hefur maður heyrt. En já, það sem sagt alveg fullt sem eftir að rannsaka, en það sem að ég held að sé brýnast og ekkor í rauninni það sem að Inga var að tala áðan, en ég held að sé mjög brýnt að rannsakendur af ólíkum fræðigreinum vinni saman og þá ég að tala til dæmis fornleifafræði, sagnfræði og ferðamálafræði. Þannig við tökum meira höndum saman og ef við
ef við ætlum að rannsaka fornlega ferðaþjónustu, þá held ég að það sé vænlegast til árangurs. Og ég setti hérna bara ganni mynd af, þetta sérhefti fornlega ferðaþjónustu og þetta í fræði tímariti, ritrýndu fræði tímariti verndun og stýringu fornlega svæða. Þannig að ég myndi alveg vilja sjá svona hér líka. Þannig ég bara varpa þessu svona fram í salinn. Því ég held að þetta skipti máli. En samsköpun þekkingar, hún getur líka átt sér stað á milli fræðimanna og almennings og ferðamanna sem sé. Og það eru svokölluð lýðvísindi eða citizen science, stundum verið að tala borgarvísindi eða almenningsvísindi líka. Þetta eitthvað sem hefur verið svolítið að reiða sig til rúms á undanförnum árum og þetta í rauninni rannsóknar aðferð þar sem fólk, einstaklingar sem ekki vísindafólk, að það virkjað til þátttöku í rannsóknarverkefnum. Þannig að vísindi og samfélagi eru svolítið að samtvinnast í þessu. Og þannig að ferðamenn og heimamenn sem sé fá tækifæri til að taka þátt í rannsóknarferlinu og með því til dæmis að safna rannsóknargögnum. Og þetta höfum við séð svolítið hér í sambandi við meira náttúrutengda ferðaþjónustu, samtíð hvalaskoðun, fuglaskoðun, jöklaferðir og fleira í þeim dúr. En það víða samt erlendis og þá tengist þetta alveg dæmi minjastaði og fornleifagröft og fleira. Já, ég alveg að fara að klára. Þannig að það svona, já, mjög mikilvægt. En eins og ég nefndi í byrjun, þá verulegur skortur á fjármagn til rannsókna. Það bara því miður. Þannig að það og ég veit núna að það til dæmis líka verið mikill niðurskurður á rannsóknum til fornleifarannsókna. Hann bara verið greinað í þessari viku, sá ég einhvers staðar. Þannig að það kannski við ramma reipa draga, við ætlum að fara að sameinast hérna í fjársvelti. En ég held samt að það séu tækifærin, að við vinnum saman og það séu ótvírætt meiri tækifæri og möguleikar á sótt bæði í innlenda og erlenda rannsóknarsjóði og allana við á RMF til í dansin hvað það varðar. Þannig að ég varpa því bara fram. Og svona bara lokum þá ætla ég að enda þetta á svona jákvæðum nótum með þessari tilvitnin í fyrirverandi menningar- og viðskiptaráðherra sem var flutt á ferðaþjónustunni vikunni. Það alltaf haldin ferðaþjónustuvika í janúar og þetta var 24 og þarna segir hún: með því að efla og festa sögustaði í sessi sem áhugaverða áfangastaði fyrir ferðamenn, jafnt innlenda sem erlenda, gefst einstakt tækifæri til að efla og auka þekkingu og miðlun sögu og menningu landsins. Og ég held að við séum alls sammála þetta. Þannig að og taka fram að ég tók þessa mynd sjálf að þessu landslægi þarna í bakgrunn, þá var ég í einkaleysun hjá Ragnheiði Trausta á Seyðisfirði og því ég ekki fornleifafræðingur, hann varst mér bara svo fallegi litir. Það sennilega svona dálítið já, þannig að það getur verið ýmislegt sem dreif mann að fornleifagreftirinn. En mér langar líka af því að ég bara sit fyrir framan hana Rúnu sem að gerði núna bara nýlega MR-ritgerð, eða ekki, þetta svæði þarna fyrir vestan sem einmitt frá uppgreftri til miðlunar. Þannig ég hvet alla til þess að lesa þessa MR-ritgerð því að hún fjallar akkurat þetta. En takk fyrir. Einhverjar spurningar? Já. 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 Og hvernig að koma að því að búa til upplýsingarnar sem á að miðla. Einmitt. Það svo margt í þessu, Já. það þarf að vera mikið samstarf. Það þarf að vera mikið. Fornleifafræðinga, Flutningastofnunar og Eftingsfræðasviðs og ferðaþjónustunnar. Það bara einhvern veginn vantar með samvinnu grundvöll og það vantar alltaf pening. Akkúrat. Við þurfum að vera svolítið skapandi í því. En það gríðarlega mikilvægt að sé þetta samstarf og
og það mjög ánægilegt að heyra að ég meina þau hérna eins og Höfuðborgarstofa að vinna, að það skipulega farið í samstarf við Minjastofnun vegna þess að það ljóst að það ekki hægt að kynna allt og það á ekki að kynna allt. Og það ekki bara þá samstarf á milli samt þessara stofnana en svo það líka oft þetta viðkvæmt á ákveðnum stöðum þannig að íbúar verða líka að fá, þeir eru svona hagaðilar í þessu ferli og það í rauninni hefur verið mikil áhersla eftir COVID á það sem kallað nærandi ferðaþjónusta. Það reyndar í ferðamálafræðinum merkimiðar eru mjög mikið notaðir og það koma nýjir svona tísku merkimiðar en nærandi ferðaþjónusta snýr að því að ferðaþjónustan sé afl sem að bætir áfangastaði. Ekki það þá aðeins meira heldur en sjálfbærnin að skila stöðunum eins til afkomanda. Þarna að ferðaþjónustan sé virkt afl í því að bæta og leggja eitthvað til og það getur verið með varðveislu, fræðslu, jafnvel fjármagni stundum, þannig að það sé hægt að styðja og styrkja við áfangastaði og í þessum getum við sagt kenningum skiptir mjög miklu máli þetta samráð og ekki síst við íbúa. Ég meina í menningarsögunni og menningararfleifðinni þá vitum við að sumir sumt viðkvæmt og sumt einhver hjartastaður sem að menn ekki endilega vilja deila með öllum heiminum og allavega það skiptir máli hvernig það gert þannig að þetta tímafrekt og það kostar peninga, alveg sammála þetta bara mjög erfitt. Ég Kristín Sigurðardóttir, ég með fortíð hjá Minjastofnun Íslands meðal annars og málið að við vinnum saman að verkefni Mývatnssveit og einhvern veginn þá kveiktum við ekki á bara fólkinu, ef maður getur sagt svo. Þau eru svo föst í fuglaskoðun og aftur sig ekki á öllum fornleifunum og öllum því sem í sveitinni. Þannig að það verkefni gekk ekki eins vel eins og áttum von á. Mig langaði bara aðeins að minnast á það og eins að Minjastofnun átti ýmsum verkefnum út af samvinnuverkefnum út af minjastöðum og öðru. Og svona í lokin þá beini því nú eiginlega til Ingu Hlínar að þetta krafverkskort sem hún sýndir áðan sem að ég fannst ekki nógu að vera gert fyrir ferðarþjónustuna. Þetta þetta unnið fyrir fólk sem að vinna að skipulagsmálum á Íslandi. Já, ég var ekki þeim. Nei. Ég var alls ekki þannig. Ég var bara með hvað ég veit það. En aftur á móti það var fullt af flottum verkefnum greinilega sem væri hægt að fara í. Og ég bara þakka ykkur öllum fyrir fyrirlestur en það er bara mjög góðið það. En ég held að því að þú sagðir að tókst ekki alveg þarna verkefni í Mývatnssveit en þetta var samt mikilvægt verkefni við eigum bara ekki mikið af rannsóknum eins og þessum bara til að draga fram þá við höfum allan að vitneskju til að byggja á og halda áfram með þannig ég vona að það verði það skiptir máli, þetta var bara lítið verkefni en ég held að það hafi verið mjög gagnlegt og svona verkefni fela í sér ákveðna þekkingasköpun sem að þó hann kannski umbylt ekki alveg strax en þá getur það haft þýðingu síðar meir og þetta allavega eitthvað sem við getum sótt í það sé ekki spurning Takk ykkur öllum. Einu mjög spurning. Við erum líka að tala svona einstakar staði núna einstum bólumenn en eins og þessi fræður að þróast það verður alltaf síðan meira hugsa stærri sæður, menningar landslag, stærri heild, stærri kontekst. Það voru með byggingararf, standandi mannvirki, fornleifar og það landslagið manngert á Íslandi. Þetta ein heild og þetta eitthvað sem þurfi líka passa bara að halda í og ekki bara til ferðarþjónustu, bara fyrir íbúa landsins. Byggja mannvirkinu og skala og hóla spilin skipulagsmál og hvaðinu. Hvernig við byggjum og hvar og allt það og ég held að ef að fólki líður vel í eigin umhverfi þá náttúrulega líður ferðarfólki hefsætt okkur líka vel í því umhverfi. Skynir það. Skipulagsmálin náttúrulega hendi sveitarfélaga og þar held ég að þurfi mikla fræðslu og svona vitundarvakningu hvað þetta varðar
að þetta hefur áhrif og ég alveg sammála, það mjög mikilvægt að horfa á þetta í heild. En það eitt varðandi sko, þú veist, að þú veist tala að fuglarnir hefur tekið yfir og við vitum auðvitað að það koma 90% ferðamanna kemur út af íslensku náttúru og hún það sem í forgrunni í allir svona markaðssetningu og kynningu, þá að sé reynt að lauma inn einhverjum fleiri atriðum og meiri meðvitund kannski það núna. En einu sinni, þannig þetta var svolítið langt síðan, þá gerði ég könnun á forsíðu það sem hét Íslandsbæklingur. Það náttúrulega á þeim tíma sem kom út Íslandsbæklingur, nú þetta ekki lengur svoleiðis. En það var mjög áhugavert vegna þess að á 8. áratugnum þá var menningin í forgrunni, algjörlega í forgrunni. En svo breyttist eitthvað og þá var bara blátt í forgrunni og ekkert fólk, heldur náttúra og vötn og slíkt sko. Þannig að við fórum á stað og það var það þannig, ef við förum enn lengur aftur, að þá vorum hingað að koma menningarferðamenn á 19. öldinni. Þannig að við eigum alveg þessar rætur í menningarferðamennskunni, en hún bara gleymst svolítið í svona þessari búmerism sem var. Sko. Þannig að ég held að við höfum alveg grunn, en við þurfum að taka hendur saman til þess að vinna með það. Ég held nefnilega sko að aðeins bara aftur á bak, slaka, ég rosalega miklu áherslu á þetta þegar ég var í íslensku veðri og ég finnst við eiga miklu meira inni núna og með ekki týna þessu menninguna og söguna í kynningunni og mér finnst aðeins leita mikið í norðljósum en þurfum að bæta hinn með. Við erum svolítið í það eru refir stundum, sko, sem sagt refabú og refaldi, fiskeldi. Við stökkum svona eitt, við höfum ekki athygli í eitthvað meira. Þannig að það bara svona íslenskt eitthvað. Takk kærlega Guðrún. Nú tökum við 15 mínútna kaffipásu. Það kaffi og kleinur hérna frammi. Endilega fá ykkur og svo eftir pásuna þá koma Margrét og Skúli og þau ætla að segja okkur svona reynslusögur úr sínu starfi. Klökkum til þess. Kemur ekki. Já, það þessi hér þá? Hvað? Farin? Já. Já, virkar þessir í... Já, Akkur kynnist Helga? Veist þú, akkur skjárin bara alltaf farin Nei, background. Skúli þekkir á það ég sé þér. Bakgrunnur okkar hvarf. En getum við ekki opnað, af því að bakgrunnurinn var þarna á desktopinu, þú veist, PDF-ið hér. Eða þetta ekki það? Þú veist, við getum opnað það er bara svona. Já, ok. Núna getum við gera þetta, make background, en put this background. Ég setti alveg bakgrunn á hérna áðan. Já. Það var hér.
Ég held að þetta eigi að lagast sjálfur sér vegna þess að þetta gerist á hann líka og ég kallaði hérna starfsmann og svo þegar hann kom þá var þetta, þú veist, komið í lag. Það á bara ekki vera á þessu skjá. Já, af því að nú sér það ekki hérna, sko. Já. Ég ætla að tala við Kristján sem var hérna áðan. Ertu verið hún sem bara komin? Jú, það ekki að hún fer í þessa? Svona, yes. Ok, ég held ekki að við búin að vera alveg bara. Svona. Ok, geggjað. Þú getur bara exa þetta bara. Og þá er þetta hér, einmitt. Já. Ok. Ætlum við þurfum að vera með mækana á sikkurum. Við tökum mækana sikkur endur. Eða þú endur getur spurningar. Já. Ég einhvern veginn bara orðin svöld því að fólk að segja að ég ekki spurningar, sko. En já, maður kannski að ítreka það í mækinn samt. Þetta var rosa flott, já. Hvernig er það? Já.
Do you want me to check?
Jæja, eigum við að fara að halda áfram. Ég vona að allir hafi fengið eitthvað smá að drekka og eitthvað í kútinn. En það er bara komið að næsta erindi. Núna er það Margrét Hrönn Hallmundsdóttir, fornleifafræðingur sem hefur starfað víðs vegar landið, meðal annars á Þingvöllum og á Vestfjörðum. Hún hefur meðal annars stjórnað rannsókninni Arnarfjörður og miðöldum. Einnig hefur hún tekið þátt í alþjóðlegu samstarfi og gegnir heiðursstöðu við fornleifadeild Bradford Háskólans. Margrét lét af störfum sem deildarstjóri fornleifadeildar Náttúrustofu Vestfjarða í sumar og tók við sem staðarhaldari á Hrafnseyri við Arnarfjörð.
og erindið hennar heitir Raddir úr rústum, miðlun sögu og fornleifa til gesta á Þingvöllum og Hrafnseyri. Gjörðu svo vel, Margrét Hrönn. Komið þið sæl og til hamingju með daginn. Merkilegu dagur og merkilegu maður sem á afmæli á morgun og meðal annars tók ég eftir því ég var að setja upp skrifstofuna mína aftur heima að það eru 3 hlutir sem ég var með upp á vegg. Það var kort af Þingvöllum, lágmynd af Jóni Sigurðssyni og ljósmynd af Kristjáni Eldjárn, þar sem hann er hálfur ofan í kumli með hatt í jakka og ógeðslega flottur. Þannig að þetta eru staðirnir mínir og maðurinn minn sem ég hef alltaf haldið mikið upp á og sérstaklega að því við erum að tala um miðlun að Kristján hafði einstakt lag á því að nota íslenskt fallegt mál og þegar maður les í árbókina sem hann skrifaði þá skammast maður sín fyrir í rauninni lag 365 er undir lagi 325. Hann einhvern veginn gat alltaf komið frábærum upplýsingum á svo fallegu máli og ég held að enginn komist nálægt því hvernig hann skrifaði. En mér langar að fjalla aðeins 2 staði sem ég hef komið nálægt undanfarin ár. Þingvellir, þar sem ég hef verið viðlóðandi fornleifa hluti í rauninni, alls konar störf síðan 2009 og svo Hrafnseyri við Arnarfjörð og Arnarfjörðin sjálfan, þar sem ég hef stjórnaði 15 ár rannsókninni Arnarfjörður og miðöldum. Og mér langar aðeins að ræða þetta út frá ferðaþjónustu og hvernig miðlun er háttað. Ég er búin að vera í 20 ár á hnjánum í moldinni. Í vor stóð ég upp og fór að tala við ferðamenn á Hrafnseyri og það fekk einstakt tækifæri að fá að starfa þar sem staðhaldari í sumar og þar fæ ég að gera það sem ég finnst líka rosalega gaman sem er að tala um fornleifar og það er búið að vera alveg svakalega gaman og ég ætla aðeins að segja ykkur frá þessu. Þingvellir, ég ætla að byrja á Þingvöllum. Þingvellir er náttúrulega staður sem þið hafa all komið á og þekkið sögu Þingvalla og þetta er svona típist mynd frá Þingvöllum. Það eru þúsundir manna sem flæða Þingvelli á hverjum degi og hvað eru þessi ferðamenn að gera? Þeir eru að skoða þennan fallega stað. Stundum vita þeir ekki alveg hvað þeir eru að gera því þegar ég var að grafa þarna einu sinni í Konungsveginn þá komu 3 til mín í sömu vikun og spurðu excuse me, where is the golden circle? Þannig að það er svona mismikil kunnátta meðal manna þegar koma og það er viss áskorun en fólki flæður út úr rútunum, út úr bílaleigubúðlunum og þetta er svona mjög dæmigerð mynd af almannagjá og fjöldanum sem fer þar niður. En Þingvellir hafa lengi verið ferðamannastaður þó þessi mynd var tekin árið 1000. Það var enda mjög tímabundin ferðaþjónusta þar, það var það bil í 2 vikur á ári sem þingi kom saman en þetta er svona, Þingvellir hafa lengi verið miðpunktur okkar hér á Íslandi. En Þingvellir eru fjölsóttasti ferðamannastaður á Íslandi og allt frá 18. öld og eitthvað áður hafa ferðamenn sótt til Þingvellir til að skoða minjar náttúru staðarins. Þeir gistu, þetta voru mikið svona aristokratar sem komu og þeir gistu oft í kirkjun á Þingvöllum til dæmis, þangað til eitthvað partí fór úr böndunum og það var tekið fyrir það. Það var gistu staðurinn á Þingvöllum. En Þingvellir hafa alltaf vakið mikinn áhuga og til dæmis þessi teikning sem þið sjáu þarna af búðunum, þingbúðunum frá lokum 18. aldar. Og það var einmitt hann Jón minn Sigurðsson sem stuðlaði því að fyrsta fornleifaskráningin á Íslandi fór fram á Þingvöllum þegar hann sendi vin sinn Sigurð málara til að skrá þingbúðaminjar og í rauninni minjarnar innan þinghelginnar. En hann benti honum á að hann ætti ekki bara að skrá minjar sem tengjast þinginu heldur líka búsetuminjar, þannig að hann var mjög opinn og framsýnn hann Jón Sigurðsson og þannig að þú veist, þetta hefur alltaf verið miðdepill í rauninni fornleifa og menninga hafa verið Þingvellir og þannig að sagan og minjarnar hafa vakið áhuga langan tíma og ég setti til gamans þessa mynd af Matthíasi Þórðarsyni þjóðminjaverði þar sem hann situr á Þorleifshaugi á Þingvöllum og þið sjáu að hann er ekki beint í drullugalanum sem við hinn erum yfirleitt í. Hann er í jakkafötum með kúluhatt og hann var þarna að bíða eftir bændum úr Þingvallasveit sem hann var freka fúll að maður lesa árbókina yfir að voru ofbundnir í heyjunum
en þeir grófu fyrir Arndísi Þorleifssög. Ég ætla ekki að fara nánar út í þá aðferðafræði, en allavega þetta er svolítið merkileg mynd og sýnir í rauninni hvernig tímarnir breytast, en Þingvellir eru alltaf miðpunkturinn. En ég hef haft forréttindi að fá að rannsaka á Þingvöllum og það eru vissar áskoranir að stunda rannsóknir og fjölsóttum ferðamannastöðum og þarna eru við að rannsaka fyrir utan kirkjuna. En þarna er fornleifafræðingurinn sami komin í hóp ferðamanna að segja frá og þetta er notabene árið 2009 þegar var bara brot af þeim ferðamannum sem er á Þingvöllum í dag. Það var orðið mikil sprenging og aukning í komum ferðamanna síðan þá, en hún var samt umkringd og stóð upp og var að tala við fólkið. Þetta varð til þess að við þurftum að hafa fastan landvörð við hliðina á okkur sem við vorum búin að uppfræða, vorum búin að taka á nokkra í góða kennslu og þeir voru bara póstaðir við uppgröftin hjá okkur og að því við gátum ekkert gert að við vorum alltaf að tala við fólk. Þannig að með þessi einn þessara landvarða er núna doktor í fornleifafræði, svo segðu svo maður hafi ekki áhrif á fólk og annar er fornleifafræðingur líka og ennþá starfandi á Þingvöllum, þannig að fornleifar eru spennandi og það hafa áhrif á fólk þegar það kemur nálægt þeim, þannig að við erum voðalega ánægðir með að hafa haft áhrif á þessu ungu menn. En það er smá vandamál á Þingvöllum og þegar ferðamaðurinn kemur sem er búinn að fara til Róm og Egyptalands og býr kannski í húsi frá 15. öld kemur á Þingvelli og við förum að tala söguna, fornleifarnar. Fólk er vant að sjá hús, sjá kirkjur og svo förum við að tala koma þeir á þennan merkilega sögustað, misjafnlega undirbúið, sem vita varla hvar eru dottnir, sérstaklega skipafólki, hvar þeir eru bara stattir í veröldinni. En fólki lítur yfir og það sér þetta. Þetta eru grashólar, fyrir okkur fornleifafræðinga sjáum við náttúrulega bara öskrandi fornleifar alla Þingvelli. En fyrir venjulega ferðamann þá er þetta bara svona einhverjar þúfur og ef þeir eru að leita á gullnum hringjum þá skil ég vel að þessi eigi svolítið erfitt með fornleifarnar. Og þá kemur í rauninni okkar inn að miðla, að segja fólki, við vitum hérna inni sem Íslendingar nákvæmlega hvað gerðist á Þingvöllum. Við höfum lesið Íslendingasögurnar, við vitum og við sjáum hvar þingbúðirnar voru. En fyrir ferðamannin sem er nýkominn frá Rómi eða skipi í Noregi, hann sjá allar stafkirkjurnar og svona, hann á aðeins erfiðara með að átta sig á þessu og þá kemur til okkar kasta og til dæmis hérna sjáum við seinna búðaskeið og það eru greinilegustu minjarnar á Þingvöllum og þær eru frá 16., 17., 18. öld, þessar minjar og þær eru greinilegastar og þær eru byggðar ofan á þjóðveldisbúðunum sem við höldum að hafa verið stærri, við vitum það ekki að því við höfum ekki grafið þær. En þetta eru minjarnar, yngstu minjarnar eru sjálfsögðu ofan á og þarna er búið að planta ofan í mitt gólf á flestum búðum, djúpum steini sem ég svona urra á í hvers skipti sem ég sé. En þarna voru búðirnar merktar ákveðnum sýslumönnum og höfðingjum sem áttu þær. En hérna, ég bara sé fyrir mig gólflögin sem fóru forgörðum hérna. En það er annar mál. Það sem okkur ber að gera eru góð fræðsluskildi. Og með þeim getum við miðlað og sýnt myndir og teikningar og reynt að miðla hvað fólki er að sjá fyrir framan sig. Og það sem mér finnst alltaf skipta mestu máli er leiðsögn, en auðvitað er það frekar flókið á staðins og Þingvöllum, auðvitað eru landverður út allan garð sem að miðla eins miklu þau geta, en þeir eru á þönum yfirleitt að tala við sér flesta og aðstoða að vera til taks. Þannig að þeir geta nú ekki stoppa lengi og tala í 4 tíma eins og ég myndi geta. En þetta er eitt af því og mér finnst mikilvægast, það er þessi mannlega miðlun upplýsinga, en það getur orðið flókið og ég ætla einmitt að ræða það mismuninn á Hrafnseyri og Þingvöllum af því að Þingvellir eru stærst og mest í allri okkar ferðaþjónustu. Það var tekið upp á, það var góð hugmynd sem kviknaði. Þetta er búðastígur, malarstígur sem er í gegnum aðal búðasvæðið á Þingvöllum og þegar var farið að hugsa hvernig við getum miðlað til ferðamanna, hvernig við getum komið þessum upplýsingum að það séu stórmerkir, þessir hólar eru stórmerkilega minjar, þá var maður þessu hugmynd að gera nýjan stíg búðasvæðið og hann heitir Búðastígur og þarna er til dæmis minjavörður í felulitum, hann blessunarlega er með hvíta húfu, þannig að þið getur spottað hann á myndinni. Það er merkilegt með minjastofnun og landverðið að þeir eru alltaf í felulitum, þannig að þeir sjást yfirleitt ekki á neinum myndum, en Uggi var sem sagt með hvíta húfu þannig að hann sést. Og þannig er líka arkitekt sem er að, við Uggi vorum fengin þarna til þess að
vera ráðgefandi hvernig væri hægt að gera þennan stíg og hvernig væri hægt að sveigja hann til þess að forðast skemmda á minjónum. Og lausnin var að þessi búðastígur eins og hann í dag, hann var byggður ofan á minjónum. Það fer ekkert ofan í jörðina af því að þú stingur niður skóflu á Þingvöllum þá kemur hann á minjar. Það er bara ekki flóknara en það og það eru mjög grunnt undir. Þannig að þessi stígur var hannaður þannig að hann fljótandi ofan á, hann samt mjög stöðugur og þetta lyftir fólkinu hærra upp þannig að það auðveldar með að sjá minjarnar. Þannig að ekkert rask varð á minjum við gerð þessa stígar sem var áskorun en algjörlega hægt að gera það. Og þarna sjáu þið einmitt þegar stígurinn í smíðum og þarna sjáu þið það sem hann liggur yfir hluta búðasvæðisins sem reyndar náttúran tók yfir líka. Þetta gerðist í jarðskjálfta. Einum suðurskjálftana í lok 18. aldar þá gekk vatn þarna yfir hluta búðasvæðisins. Þannig að þetta mýri í dag. Og ekki þá auðfarin en þarna búið að setja stíginn yfir og svo sjáu þið þarna hvernig þetta lyftir aðeins fólkinu frá þessari malastíg sem var áður og hérna sjáu þið svo búðastíginn þar sem hann hlykkjast svæðið vegna þess að við ekki vorum að skipta okkur að hvað hann settur og hann fer svona sneiðið fram hjá stærstu rústasvæðunum en flýtur ofan á. Það eru náttúrulega minjar undir honum en hann í rauninni það bara að fletta þessum stígu upp og hann mun ekki skilja neitt eftir sig. Og hérna önnur mynd á honum. Þarna voru líka settir upp svona bekkir og ekki auglýsingaskilti, fræðsluskilti. Blessunarlega ekki auglýsingaskilti þannig. En til þess að fólki situr þarna og getur setið og horfir á búðarústirnar sem eru greinilega fyrir okkar en ógreinilega kannski fyrir aðra og mér langar að biðja ykkur að ef þið eru með síma á ykkur að þið getið skannað þennan QR-kóda og séð hann á skiltunum, það eru upplýsingar og það eru teikningar en þessi QR-kódi hann opnar í rauninni veröld sem ég finnst alveg stórkostleg og ég veit ekki hvert það búið að tékka á því hversu margir nýta sér þetta en allan þegar ég með hópa á Þingvöllum eða gesti eða nema þá bendi ég fólki alltaf á þetta. En það sem gerist að, og nafn á fyrirlesturinn mínum eru raddir úr rústum, að þá opnast það á að vera hljóð á þessu, kannski talvan eitthvað lókuð, en það alls konar fuglahljóð og maður fer alveg í sumarfílinga og horfa á þetta, en í rauninni þetta GPS, þannig að þú beinir símanum þínum og þá birtast rústirnar í þeirri átt sem að þær voru. Þarna sjáu þið fyrstu kirkjuna, stafkirkjuna sem var sett á Þingvöllum, þar sem við höldum hann hafi mögulega verið, biskupabúðina, búandakirkjuna og svona getið þið staðið og á mörgum punktum fáið þið mismunandi sögur og svo snúið þið hvort það birtist og horfir í rauninni gegnum síman og þetta kemur upp á sama stað. Og mér finnst þetta alveg svakalega flott leið til þess að miðla til fólks hvernig þetta svæði mun hafa litið út. Og ferðamaður, þó svo að við sem höfum þekkingu á hlutunum getum ímyndað okkur ýmislegt, þá veit ferðamaður frá Indónesíu ekkert hvernig torf heyra aðeins fuglasögnum. En það eru raddir sem heyrast líka og þess vegna til fyrirlesturinn raddir úr rústum því þetta ljósmynd af rústum og svo búið að teikna inn. Þannig ég hvet ykkur til þegar þið farið eða leggið í að fara á Þingvelli sem mjög gott til dæmis mjög snemma á morgnana eða mjög seint kvöldin á sumri, það lítið af ferðamönnum og bara endilega hvet ykkur til að skoða þetta. Þetta alveg svakalega flott og já, þetta sem sagt svona kyrmynd af þessu sama og þarna eins og við ímyndum okkur að þessar búðir hafi litið út. En svo langar maður að spyrja ykkur hversu margir hafa farið á sýningunni Hjarta lands og þjóðar? Já, það eitthvað, ekki samt mjög margir. Þessi sýning á Þingvöllum og þetta alveg frábær sýning og þetta einmitt leið til þess að miðla og alltaf því ég kem með fólk á Þingvelli, fuglasöngur hæði bara að hlusta á fuglasöngin en þessi sýning miðlar bæði náttúru og svo sögu Þingvalla með þetta svona Gagarin per excellence sýning, alls konar margmiðlun og þessi sýning gagnvirk upplifun á sögu og náttúru Þingvalla og þessum gestir fræðast Alþingi til forna
og stjórnunarhætti og það mjög, ég fer ekki með hóp eða fólk á Þingvelli að svona fara fyrst inn á þessa sýningu af því þá svo auðvelt að segja fólki eins og þau muni lögréttan þá getur maður sagt í staðan fyrir að fara að lýsa lögrétt og hvernig hún mun mögulega hafa verið og hérna sjáu þið einmitt að hérna er hægt að skoða eins og við ímyndum okkur að lögréttan hafi verið og það er hægt að snúa svo að fá upplýsingar þannig að þetta er virkilega þessi verið að fara á Þingvelli og skoða þessa sýningu og þetta er mjög góð leið til þess að miðla fornleifum sem kannski er ekki eins greinilegar eins og margar aðrar í öðrum löndum og hérna eru fleiri myndir af sem teknar eru inn á þessari sýningu og svo er meira að segja hægt að grafa eftir fornleifum og ég var mjög stolt af þessu þegar ég mætti á fund með undirbúningsnefnd þessari sýningar. Það áttu reyndar að vera bustar, það var eitthvað farið frá því, ég heldur að það yðst svo hratt, en þannig getur maður grafið með fingrinum, en ég vil hafa bustar sko, áfram, í gegnum jarðlögin og þú getur grafið upp fornleifar og þetta er mjög vinsælt fyrir þá sem kom á sýninguna, því miður mætti hún vera betur sótt, þessi sýning. Og þarna til dæmis hægt að grafa upp fólkluti sem ég gróf upp á sínum tíma og svo ítir á plúsin og þá farðu upplýsingar hvað við höldum að þetta sé. Þetta er lóð og þetta er svona signetringur sem fannst á kirkjuna. Þannig að mér finnst þetta alveg rosalega flott. Og svo er líka þessi upplifun á fornleifafræði og í fyrra þegar var 1150 árliðin frá landnámi þá var mikið húllumhæ bæði á Þingvöllum og Hrafnseyri og þá var sett upp svona uppgröftur fyrir börn. Og þetta gafst mjög vel og þannig er Gunnar Grímsson fornleifafræðingur og landvörður kringdur börnum og þau meira sér tóku upp á því og voru með þetta opið oftar. Og þá meira sér nútíma fornleifafræði þar sem kassettur og vídeóspólur voru grafnar upp á svona mismunandi þema því hvað eru fornleifar. Fyrir þessi börn eru floppy diskur eitthvað sem þau veit ekki hvað en svona er þetta að leika sig með og þetta er svakalega vinsælt og þetta gerðum við líka á Hrafnseyri. Þannig að þetta er líka góð miðlun og þetta er það sem skiptir máli að kveikja áhuga yngri kynslóðarinnar líka. Og nú ætla ég að færa mig yfir vestur í himnaríki sem Vestfjarðir eru. En það er mikil saga á Þingvöllum og mikið af minjum og fyrir almennan erlenda ferðamenn eru þær ekki mjög greinilegar og þá kemur inn þessi markmiðlun og þessi sýning og það sem við getum gert. Skiltin en leiðsögnin er alltaf mjög dýrmætt að einhver tali við fólk og segi því frá. Og rannsóknin tengd ferðaþjónusta, þið kallið það fornleifa ferðaþjónustu fyrirlesarna undir. Ég nefndi þetta rannsóknin tengd ferðaþjónusta en þetta er í rauninni það sama. Hann vekur mikinn áhuga gesta á Þingvöllum og það höfum við fengið að reyna sem höfum fengið tækifæri til að grafa á Þingvöllum. Að við erum umkringt gestum og það vekur gríðarlega athygli og það er spurning hvort að það sé ekki líka eitthvað sem við þurfum að skoða betur. En þá erum við komin vestur á Hrafnseyri. Þennan frábæra stað og yndislega fjörð sem heitir Arnarfjörður og ég vona sem flestir hafi komið og ef þið hafi ekki komið þá skuluð þið koma vestur. Af því þetta er ótrúlega náttúrufegurð og mikil saga sem býr á Hrafnseyri og í Arnarfirði og á Hrafnseyri eins og þið viti þar fæddist Jón Sigurðsson, þar var Hrafn Sveinbjarnarson höfðingi og sagan er eins og Þingvöllum, þú getur ekki sett niður skóflu hans að koma niður á minjar. Og hérna bara nokkra svipmyndir ég ætla að vera svo rosalega fljót sko, að tala stóra staði á 20 myndum, en þetta er hluti af rannsókninni á Hrafnseyri, þarna sjáðu þið gríðarlega stóran vegg sem ég kalla virkisvegg þangað til ég mun afsanna mig eða sanna það, en Hrafn Sveinbjarnarson á að hafa gert mikinn vegg bæ sinn virki sem ég geti í Sturlungu sem er að sjálfsögðu samtíma heimild og við tökum trúalega. En þetta er gríðarlega stór veggur, 2 metrar á breidd, torf á milli og grjót og hann liggur túnið. Kannski voru svona voldugir túngarsveggir á Hrafnseyri, ég veit það ekki, en þetta er kallað virkisveggur allavega þangað til annan kemur í ljós. Svo sjáðu þið þarna mynda mjög stóri jarðhýsi sem við vorum að rannsaka 2012 og svo undirgangurinn sem liggur þarna. Við opnuðum svona svæði á 4 stöðum og þetta er mannvirki, manngert og að öllum líkindum undirgangur sem synir Hrafns gerðu frá að því það var í tíska að brenna menn inni á Sturlunguöld og þá var fóru menn í þennan business að hafa svona undirganga undan þessi 100 metrar og mikið mannvirki. Og hérna sjáum við mitt túnið á Hrafnseyri þar sem við erum að grafa upp jarðhýsi og þannig dóttir mín sem við fylgt mér alla tíð eitthvað leið greinilega.
Og svo það sem við erum að gera núna, við fórum nefnilega, það aðeins að bregða okkur hérna, við tókum svona 8 ára dítúr á næsta bæ sem heitir Auðkúla og grófum upp heilt bæjarstæði frá landnámsöld og þetta á fallegum degi þar og við erum núna búin að ljúka rannsókn og erum að vinna í eftirvinnslu á þessari rannsókn og við grófum upp öll hús sem við vitum á þessu svæði. Þannig að þetta gríðarlega mikil rannsókn og hérna skilaði mjög áhugaverðum niðurstöðum sem við verðum næstu árin að vinna úr. En við færðum okkur svo aftur yfir á Hrafnseyri og þá getum við tengt þetta við í rauninni þessa ferðaþjónustu hugsun að því við erum ekki með svo rosalega mikið af fólki því miður á Hrafnseyri eins og við hafum á Þingvöllum. En áhugi fólks á að sjá fornleifafræðinga grafa gríðarlega mikill og þannig sjáum við skálan sem við erum að grafa núna vinna í túninu á Hrafnseyri og þið sjáum þarna að langöldurinn að birtast þarna í horninu, við þurfum að hætta þarna á penningunum búin fyrir þetta sumar og þarna inngangur inn í húsið og þið sjáum gólfið og svo sjáum við aðeins þarna að það sem hólan að það hefur svona smá tröð verið hérna skorin ofan í skálan að öllum líkindum. Við sjáum náttúrulega ekki nema þegar við höldum áfram og við getum haldið áfram. En þetta rannsókn sem hófst í fyrra og þetta staðan þegar við lokuðum núna í haust. Og þetta svo Auðkúla. Skilti, við setjum upp skilti og ég get alveg lofað ykkur því að hver einasti maður sem kemur á Hrafnseyri labbar þessu skilti. Og það líka mjög gott að hefja leiðsögn við þessi skilti, það 2 svona skilti og þau vekja mjög mikla athygli og skilti mjög mikilvæg á minjastöðum. Við settum líka upp sýningu fyrir nokkrum árum síðan á stöðinni sem var á rannsókninni þá og þetta var í Torfhúsinu, lítil sýning og svo í fyrra fengum við einstakt tækifæri til að setja upp sýningu á 1150 ára afmæli frá landnámi og þá settu upp sýningu og spjöld og gripi og hluti á Hrafnseyri sem sýndi rauninni það sem við höfum komist að í þessu löngu rannsókn sem við erum ennþá í. Og svo var hann aðeins minni þessi fornleifagröftur heldur hann á Þingvöllum. Það allt pínulítið minna á Hrafnseyri en við erum samt mjög metnaðarfull þar. Og þarna eru börn og foreldrar að grafa og við þurftum líka að hafa þetta opið fleiri helgar því fólk kom bara býtir ekki fornleifagröftur. Þannig að við þurftum að auglýsa á fornleifadegi og öðru, þá þurftum við að auglýsa opið því það þarf náttúrulega að vera fornleifafræðingur til að leiðbeina. Og þetta mjög vinsælt og mér finnst þetta mjög skemmtilegt að fræða börn. Við erum líka með alls konar viðburði eða vorum í sumar. Þarna eru heyjanir, þannig að Silli frá Borgarminjasafni kom með konunni sinni og þau voru að kenna fólki heyjanir, alveg frábært að fá þau og ofsalega vel sótt og svo var víkingadagur, víkingar á Vestfjörðum komu, þannig að mér finnst skipta rosalega miklu máli að hafa staðir svo Hrafnseyri sem svo sannarlega mikið úr alfara leið að draga fólk að, erlenda ferðamenn og íslenska ferðamenn. Þannig að við vorum stanslaust í viðburðum þar síðasta sumar og heppnuðust allir gríðarlega vel. Svo það hóparnir okkar og það hefur verið stigmagnandi aukning í hópum á Hrafnseyri undanfarin ár af því það fréttist að Snorri Vittlis fornleifafræðingur þarna sem getur talað út í eitt og fólk hringir og það eru eldri borgarar og það eru skólahópar og ég var með verkefni sem heitir Skoðum landnám á Vestfjörðum saman núna í vor og fékk styrk frá uppbyggingarsjóði Vestfjarða til að sinna því verkefni og það var gríðarlega gaman að geta tekið á móti skólakrökkum bæði á Hrafnseyri og svo fór ég í skólana af því ég var náttúrulega svona nörd og búin að ákveða það held ég 8 ára að vera fornleifafræðingur þannig að það skiptir rosalega miklu máli að kveikja áhuga barna á að sögu og fornleifum og það mjög auðvelt og við höfum verið mjög stolt af því að taka á móti skólahópum en svo eru svona háskólahópar mjög algengir og þarna ég og Auðkúlu mitt með einhverja hópa og við förum oft bæði á Auðkúlu og svo yfir á Hrafnseyri. Þetta mikilvægast á stað eins og Hrafnseyri, þar sem manneskja sem getur talað og sagt frá. Þetta ekki rosa, þetta mjög flókið kannski á Þingvöllum að hafa manneskju stanslaust að tala fornleifar þó ég myndi vera fyrst í það starf, geti talað allan daginn, það mjög næs.
En þetta bara brot af þeim hópum sem komu til okkar í fyrrasumar og þarna sjáum við hópa sem er frá Natural Habitat ferðaskrifstofunni og þeir með þess að breyttu ferðinni í sumar að því þá komu svo góðar umsagnir frá gestum og þeir hafðu áhuga á hefðu vildi hafa meiri tíma með þessum skrýtna fornleifafræðingi þannig að ferðinni var aðeins breytt og ég fæ 2 tíma með þessum hópum og ég fer með þau bæði á Auðkúlu og líka á Hrafnseyri og tala við þau og þetta eru kannski svolítið öðruvísi hópar, þetta fólk er búið að kynna sér Ísland og sögun áður en það kemur en það er gríðarlega gaman að tala við fólk sem hefur mikinn áhuga á því sem hann hefur að segja og mér finnst þetta mikilvægast, það er miðlun til fólksins auðvitað með öllum þeim gögnum sem við hefum en það er ekkert sem að tekur frá í rauninni að þú talir við fólk og hérna sjáum við það sem ég var að tala rannsókn tengd ferðaþjónusta, hann stendi og er að benda á fólki sem er að taka á móti hópum og segja fólki hvað það er að sjá og vinsælast á öllu er þessi mánuður sem við höfum verið að grafa þegar hóparnir koma og það er einhver sem stendur upp, annarkvort ég eða starfsfólkið sem stendur upp, það er enginn sem, það er alltaf að tala við fólk og þetta hefur gefið rosalega góða raun og ætti að vera skylda á öllum minjastöðum ef það er mögulega hægt en auðvitað erum við alltaf í þessum fjárskorti og það þarf að grafa bara sem mest, ná sem mest út af starfsfólkinu á stuttum tíma en þetta er gríðarlega mikilvægt. Og svo að lokum tek ég sjálfa mig ekki nógu hátíðlega sem fræðimann þannig ef ég þarf þá fer ég í víkingabúning og messa við liðnum í tilgátuhúsinu á Suðureyri. Þetta er ofsalega gaman. Við verðum að, þegar við erum í þessum bransa, þá megum við ekki vera merkileg með okkur, við verðum að klæða okkur líka, eða mér finnst það, klæða okkur upp til þess að miðla sögunni. Það er mjög áhrifaríkt að standa við eld og segja fólki frá rannsóknum sínum í svona, ég veit að það er margir sem myndi aldrei hafa sig í þetta, en mér finnst þetta geggjað, þetta er hluti af miðlun. Þannig að ég er komin á tíma, þannig að það er mikilvægt að miðla sögu á sem fjölbreyttastan hátt, skilti sýningar og margmiðlun, leiðsögn verður aldrei metin lítil, hún er mjög dýrmæt, áþreifanleg fræðsla eins og uppgröftur fyrir börn og fræðsla og því rannsóknartengd ferðaþjónusta er mikilvæg eins og hefur gert á Hrafnseyri og vonandi verður einhvern tímann hægt að gera á Þingvöllum líka. Þannig að takk fyrir mig. Við höfum mjög lítinn tíma en einhvern tíma, ekki svo vel. Ég var að segja, ég fór að sýningu Hallkatla segir sögu sína. Myndlistarsýning sem þennan Hildur Fráfæralengi og var svo stórkostleg að við dróðum auðvitað ferðamenn þá fórum við setna með okkur til að upplifa þessa sýningu. En þá var hún alltaf bara farin. Já, þetta var sumarsýningin. Hún ekki bara allt. Já, það er ekki. Ég bara feikist. Takk fyrir það. En það líka svo upplifun okkar, við erum bara svona, hvað segir maður? Þetta er rosalega flott sýning og við eigum allt í að geta sett hann upp aftur, þannig að það er bara að teka virkilega tíma. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Ok, þá þökkum við bara Margréti Hrönn kærlega fyrir. Og síðasta erindið í dag, það flytur hann Skúli Björn Gunnarsson, íslenskufræðingur með meistaragráðu í hægri nýtri menningarmiðlun. Hann starfaði við útgáfu, markaðsmál og almannatengsl áður en hann tók við starfi forstöðumanns Gunnarsstofnunar árið 1999. Skúli hefur verið drífandi í leit, rannsóknum og miðlun á minjum Skriðuklausturs í aldarfjórðung. Hann lætur af störfum sem forstöðumaður Gunnarsstofnunar áramótin. Titillinn að erindinu er Frá mold til miðlunar, ferðamenn og fornleifar á Skriðuklaustri. Gjörðu svo vel, Skúli. Já, ágætu áheyrendur. Það er heiður að fá að tala hér á þessari dagskrá til minningar Kristján Eldjárn. Síðastir ég gerði það þá satt ég nú bara á skrifstofunni austur á Skriðuklaustri og var í gegnum netið. En miklu skemmtilega að vera með ykkur hérna í persónu í dag. Það er svona já, gott hjá þér Snædís, þegar búin að keyra mig áfram í þessu. En fyrir það fyrsta þá ætla ég að reyna að miðla ykkur aðeins svona, segja ykkur aðeins frá þessu sem maður hefur kannski reynslu af eftir þessi 25 ár á Skriðuklaustri. Og við tökum þetta svona í kannski þessum 3 spurningum sem ég ætla að reyna að leitast við að svara í erindinu.
og hjólum bara af stað, við erum komin á eftir á tíma. Bara rétt svona í upphafi, aðeins rétt að svona minnast á þetta svona helstu atriðin fyrir þá sem ekki þekkja, en kannski sjálfsagt þekkja nú hér í salnum flestir þessa rannsókn sem hefur vakið mikla athygli og á sínu tíma, og síðan hafa nú margir hér í salnum heimsótt okkur austur í Skriðuklaustur. En þetta var auðvitað Ágústínusarklaustur sem var þarna rétt í lokin á kaþólska tímanum, og fornleifarannsóknin fór síðan fram frá 2000 í rauninni til 2012, og síðan svæðið búið að vera þarna. Förum hratt yfir sögu, rétt svona til að setja okkur í staðsetningunum samt sem áður fyrir þá sem ekki hafa heimsótt. Þarna þessi loftmynd frá 1955, Gunnar Gunnarsson þegar hann byggði stórhýsi sitt sem komið þarna, og sést vel á myndinni ofarlega að hann hafði í sjálfu sér ekki hugmyndum þá stóru sögu sem hann láð þarna undir túninu, niðri á kirkjutúninu eða klausturtúninu sem það ýmist kallað. En við höfðum heilmikinn áhuga á því að kynna okkur betur þetta árið 2000 þegar við opnuðum Gunnarsstofnun og vildum svona vita aðeins meira þessa fornu frægð staðarins. Þannig að því var lagt svona, fórum við í það að reyna að finna þessar rústir, og þarna sjáum við á þessari loftmynd að þá sést þessi kirkjugarður og litla kirkja sem var þar sýnileg, og þetta voru minjar sem voru friðlýstar 1988, ekki fyrr. En þannig að við fórum að skoða þetta meira, og þarna sjáum við svona, erum við búin að framkvæma uppgröftin mjög snöggt, og tók aðeins lengri tíma því að þetta var sem sagt byrjað að grafa þarna 2002 í rauninni og búið 2012, og þetta sýnir okkur þarna, og við sjáum þarna meðal annars þessar 300 grafir í kring, og athyglisvert að sjá að þær liggja ekki allar eins, af því að kirkjan hún var ekki vígð fyrir 1512, þannig að þá fór þetta nú að snúa svona rétt í höfuð áttir. Við höldum aldrei fyrirlestur Skriðuklaustur öðru sem heldur minnast á Jón Hrak. Það fundust engir legsteinar aðrir í garðinum nema legsteinn Jóns Hrak, og hann kom bara miðja 20. öldina þegar Hákon Bjarnason skógræktarstjóri gaf stein á leiði þessara þjóðsagnapersónu, og sem að Stefán G. orti nú meðal annars frægt kvæði en þjóðvísur eru síðan til vonum að skollin hlaup ekki í tæknina núna þar sem ég búin að minnast á Jón Hrak. En það var svona við kíkjum aðeins á upphafið og endinn kannski, en þá var þetta náttúrulega í kringum aldamótin 2000 sem að kom þessi þingsályktun kristnihátíðarsjóð, og við settum svona stefnun á það þegar við vorum að byrja með starfsemi Gunnarsstofnunar, að þarna væri áhugavert að fara í það að grafa, og í þessari þingsályktun tek bara rétt tilvitnun í það var sem þingsályktun stofnun kristnihátíðarsjóðs, og þar segir meðal annars: niðurstöðum rannsókna þarf að miðla til almennings og ferðamanna, má sjá fyrir sér útgáfu, sýningar og ekki síst betri merkingar minjastaða í landinu. Slíkt væri vel til þess fallið að efla menningartengda ferðaþjónustu og bæta söguvitund og sjálfsmynd þjóðar. Þetta var náttúrulega á þessum tíma, það var 2001 sem að skýrslan sem að Tómas Ingi Olrik skrifaði og fékk aðra með sér í til þess sem að kom út þessa menningartengdu ferðaþjónustu sem að við erum svona búin að vera nefna náttúrulega hér í þessum erindum, og það var svona, við höfum þetta alveg til hliðsjónar. En þetta var kannski ekki voðalega árennilegt þarna sjáum við einmitt Karga þýfið með sinu lúða, þetta er kirkjugarðurinn og kirkjurústin árið 2000. Síðan hófið þennan uppgröft, og meðan á honum stóð þá vorum við lögðum mikið metnaði það að vera með leiðsögn fyrir fólk, og í upphafi þá voru þetta nú svona fornleifafræðingar sem að leiðsögu, og síðan tók starfsfólk Gunnarsstofnunar við þegar þetta er svona 5 ár eitthvað svoleiðis minni mig, þegar við hálfnuðum uppgröftin. Þetta var heilmikill metnaðarlagur í þetta, eins og þið sjáið að uppgröftur og síðan bara leiðsögn og klukkutíma fresti frá 10 til 5, og þetta var mjög vinsælt, og núna hins vegar eftir opnun minjasvæðisins árið 2012 þá höfum við svona fyrst og fremst leyft fólki að fara þarna sjálfala, við bjóðum upp á það að fólk geti keypt leiðsögnir á svæði, en það eru svona helst einmitt svona sérhópar frá Bandaríkjónum sem að nýta sér það hjá okkur.
Ég tel náttúrulega lykilatriði í aðdráttarafli minjasvæðisins á Skriðuklaustri fyrir ferðamenn að það er þessi ákvörðun sem við tókum að endurgera grunnform byggingana. Það var aðferðafræði Steinunnar Kristjáns sem að stýrði rannsókninni fólst auðvitað í því að grafa rústirnar og minjarnar í burtu og þær voru þarna í steinarhrúgu og moldarhaug. Þannig að það er svona að segja að þetta sé frá mold til miðlunar, titillinn og erindi mínu. Og það var náttúrulega ærið verkefni að hlaða þetta grunnform upp aftur og við urðum fyrst og fremst að treysta á að fá sjálfboðaliða frá SÍTS. Við byrjuðum á þessu 2005 með góðu leyfi og í samstarfi við fornleifavernd ríkisins og tókum þá svona fyrir svæði sem við vorum búin að grafa á fyrstu árunum sem var næst okkur. Og það tókst það vel að það var talin ástæða til þess að hleypa þessu verkefni áfram og við tækjum í rauninni allar rústirnar og hlæðum upp veggina í svona 30–50 cm hæð, stökulögðum þá og síðan voru innrýmin fyllt með viðarkurli. Og við náttúrulega höfðum líka nutum þarna, við sjáum hann Hjalta gamla Jónasar sem var alinn upp í Fljótsdalnum og kunnu vel að hlaða torfhús og var með okkur og kendi sjálfboðaliðunum á þetta. Og svona var svæðið síðan orðið fallegt og fínt í sumarlok 2012. Útsýnispalli var komið við fyrir ofan, á klettinu fyrir ofan og þarna höfum við þær Kristínu Huld og Katrínu Jakobs að opna svæðið þarna formlega 19. ágúst 2012 á kirkjudegi Klausturkirkjunnar og jafnframt á 500 ára afmæli hennar. Og á samhliða þá var sett upp og opnuð sýning upp í Gunnarshúsi sem í grunninn er ennþá í rauninni sett upp alltaf yfir sumarið og fræðandi fyrir ferðamenn. Er ég búinn að svara þessari fyrstu spurningum með þessum sem hefur komið hér fram? Já, ég held það svona að minnsta kosta hluta því að það er auðvitað stór hluti ferðamanna sem að heimsækja Ísland sem hefur áhuga á menningu og sögu eins og hefur komið fram hér í fyrri erindum. Og þeir leita upp í þessa sögustæð og minjar og kjósa að eyða einhverjum hluta af tíma sínum hérlendis í að skoða slíkt og lægja fræðast svolítið fortíð landsins. En þá skiptir líka höfumáli að minjarnir séu aðgengilegar og snyrtilegar, fræðandi upplýsingar séu til staðar og áhugaverðar sýningar og þannig að heimsóknin hún verði svona þessi upplifun og standi jafnframt undir væntingum. Víkjum aðeins að annarri spurningunni, ég kannski tek hana mjög snöggt held ég, því að við erum að renna út á tíma. En hversu er miðlun á minjum mikilvæg? Við erum svo sem öll örugglega sammála það að hún sé mikilvæg hér, en ég vitna oft í þessa ágætu konu, Söru Kenderdine, sem rekur stofnun út í Sviss, sem að svona er svolítið í tilraunastarfsemi í safnafræði, en hún hefur lagt mikla áherslu á það að við þurfum ekki bara að stefna hvernig við reynum að varðveita minjarnar, heldur einnig hvernig við gleðum þær lífi og gefum nýjum kynslóðum færi á að enduruppgötva þær. Og ég bara hvet ykkur til að lesa, skrifa og hlusta á fyrirlestra hennar Söru. Þetta höfum við haft að miklu leiðarljósi á Skriðuklaustri, eiginlega alveg allt frá upphafi, þannig að því að miðlun á minjum er mikilvæg til að fræða unga sem aldna og við viljum alltaf læra eitthvað af sögunni þó við viljumst aldrei læra neitt af sögunni. Og svo náttúrulega til að vekja áhuga sem að síðan jafnframt getur fætt af sér nýja rannsóknir og nýja sköpun. Það er nú þegar búið að skrifa eina skáldsögu þar sem að er persóna úr kirkjugarðinum á miðöldum sem að er í aðal hlutverki, skáldsaga á frönsku, vonandi verður hún þýdd fljótlega. Og til að skapa upplifun og síðan auðvitað náttúrulega þetta sem við búið að koma aðeins inn á Guðrún Þóra og fleiri með að góð miðlun á minjum að hún er auðvitað svona eitt af þessum tólum sem við höfum í verkfærakistunni þegar kemur að því að þjónusta ferðamenn og fá það til að eyða meiri tíma og meiri peningum hjá okkur. Þá komum við svona þessari þriðju upp, hvaða tækni höfum verið að nýta á Skriðuklaustri og hvað svona stendur nú til að gera. Þið hafið eflaust svona flest komið á sýninguna en við höfum verið að þreifa okkur svolítið áfram með nýjungar og skoða hvernig tæknin getur hjálpað okkur við að miðla betur. Og það er ekki síst vegna þess að þessar nýju kynslóðir sem eru að heimsækja okkur að þær búa yfir í rauninni allt annarri kunnáttu heldur en fyrri kynslóður og hafa því líka aðrar væntingar. Þannig að við höfum verið að miðla, við miðlun á menningar þá rauninni bara getum við ekki leyft okkur að staðna. Það er nú bara þannig. Við þurfum stöðugt að halda yfir tæknina og það getur auðvitað verið erfitt fyrir lítið söfn og setur en
En þá gildir líka það að það þarf að hafa það í huga að það sem að er rándýrt, það sem að er eiginlega ómögulegt og rándýrt í gær og að það bara getur verið orðið einfalt og ódýrara á morgun. Og tækninni henni fleygir svo hratt fram og nú getur gervigreindin meira að segja hjálpað okkur til við að finna og hanna lausnir eins og við höfum séð hér í fyrirlestrunum. En við höfum spreytt okkur svolítið á leikjavæðingu og leikjum og einmitt þarna við erum með gerðum einu svona leik fyrir snjallsíma í þessu. Það sem var svona persóna, það sem að þú þurftir í rauninni, þú bjóst í persónu og svo fórstu og skoðaður spjöldin á sýningun og fórstu inn á minjasvæðið og safnaður upplýsingum og þurftir að safna stigum og svara spurningum, þannig að þetta var svona fyrir börnin. Svo höfum við verið að nota aukinn raunveruleika, það er þessi augmented reality, mér finnst þetta að vera besta þýðingin að nota aukinn raunveruleika, þá gengur sama skammstöfun, AR, og þar höfum við getað notað við höfum verið að nýta einmitt þrívíddarlíkan og sína svona og notum með spjaldtölur og síma sem að fólk þá hefur aðgangað þarna á staðnum og við erum líka að sína gripina, þrívíddarmyndir af gripunum sem hefur komið upp og mann geta velt í þeim fyrir sér og fengið upplýsingar á skjáin þá en gripindir eru allir vistaðir hér í geymslum Þjóðminjasafnsins eins og við þekkjum. Nú sýndarveruleiki, það er svona kannski það sem hefur farið svolítið púður í hjá okkur líka og vakið hvað mest athygli. Fyrsta þrívíddarlíkanið það var auðvitað bara smíðað strax 2012 þegar við opnuðum fyrstu sýninguna af einum af fornleifafræðingunum sem vann við rannsóknina. En síðan fórum við í samstarf seinna við samstarfsaðila út í Skotlandi, út í St. Andrews og þau byggðu klausturbyggingarnar upp svona í nokkrum áföngum. Við tókum ekki þá stefnu að halda fast í sanngildið við gerð þessara þrívíddarlíkana en lögðum áherslu á að nota auðvitað upplýsingar úr uppgreftrinum og sína fram á notkun hvers herbergis og reyna að fá svona þessa rýmisvitund og þannig að fólk gerði sér betur grein fyrir því þegar það færi síðan niður á svæðið og skoðiði að þarna hverslags hús hefðu staðið þarna í rauninni. Þannig að það er og þetta höfum við verið að fara með síðan úr húsi aðeins og farið á eins og tæknindafjölskylduna niður í Neskustað og er alltaf mjög vinsælt bæði hjá ungum sem öldnum. Við höfum líka reynt að setja svona minjarnar svolítið í stærra samhengi og við fórum í það stórverkefni sem við höfum verið í á undanförnum árum að safna myndefni frá öllum þessum jörðum sem að Skriðuklaustur átti vítt og breitt Austurland og alveg suður í Suðursveit svo sem í Hálsahöfn og þannig að við erum búin að taka ljósmyndir, drónamyndbönd, 360 myndkúlur og jafnvel þrívíddarskanna-rústir á þessum jörðum og þessu myndefni miðlum við síðan á snertiskjám og í sýndarveruleikagleraugum og það er einnig hægt að nálgast þetta á netinu í gegnum Kúla vefgáttina sem þið sjáið þarna efst hvernig það er stafað og þetta er svona þannig að svona gefur fólki svolítið aðrar hugmyndir það er Skriðuklaustur, það var ekki bara hérna á staðnum og þessar rústir heldur þessar gríðulega stóra það sígur á seinni hlutin hjá mér, næst síðasta glærasnæti sem við rákir en það er svona, hvað erum við að fara að gera næst varðandi minjarnar á klaustri og tækni, það var ágætur normaður Ole Goethe sem að skrifaði bók sem heitir Gamification Mindset og kom út 2019 og hann segir meðal annars í henni að svona þessi mörk á milli raunveruleikans og sýndarveruleikans og þau munir svona smátt og smátt hverfa og við erum í rauninni að upplifa þetta orðið núna á þessum síðustu árum að þau eru að hverfa og við erum svona að stíga með auðveldari hætti inn í hvort sem það er nú sýndarveruleiki eða aukinn raunveruleiki og það er kannski einmitt komið að því varðandi minjasvæðið hjá okkur núna. Lykiltæki í allri miðlun í dag að það er snjallsíminn eða töfrastokkurinn eins og ég kalla hann stundum að nú nánast hvert mannsbarn komið með þessa míni tölvu í vasann og hann er hægt að virkja til alls konar hluta, það þarf ekki lengur að vera að hengja einhvern hljóðleiðsagnarbúnað á fólk, þetta er allt meira og minna hjá fólki og við getum sett upp þessa QR-kóða sem að fólk skannar með símanum og fristu á viðeigandi upplýsingasíðu gegnum netið en það sem við höfum svona meira verið að prófa okkur með á Skriðuklaustri og þið eru að sjá þarna á þessu myndbandi að það er notkun á svokölluðum veflægum auknum raunveruleika eða web-based AR og við notum vefgátt sem að kallast Zappar til að opna dyrin í aðrar víddir og aukinn raunveruleiki
í rauninni svo tæknilaust sem að mínu mati á eftir að og á eftir að gjörbreyta allir í miðlun og hún gerir okkur einmitt kleift að leggja þessi hálfgagnsæju lög af upplýsingum yfir hvort heldur það sýningar inn á söfnum, minjar eða menningarlandslagi sjálft og hægt jafnvel að gera það með það fjölbreyttum hætti að það svona persónu hendi hverjum og einum, en getur svona valið sér aðeins á leið sem ætla að fara. Þannig að við erum hérna, þið sjáum hérna litla Ugga litla leiðsögumann í Gunnarshúsi sem að talar bæði íslensku og ensku og hann segir börnum og fjölskyldum frá Gunnari og leyndardómum hússins og einmitt sama tól notum við til að miðla leikinni hljóðviðursögnum byggingu hússins eins og þið sáuð þarna áðan þó var ekki hljóð með að þetta byggist hins vegar allt á góðu og opnu netsambandi og það nú kannski eitt af því sem til dæmis vandamálið á Þingvöllum með búðastíginn að það auðvitað ekki allir ferðamenn sem að treysta sig til að borga, það að segja, Evrópu, það allt í lagi með Evrópu búanorðið en allir sem koma frá Bandaríkjunum að þeir nú kannski ekki alveg að spandera í keysluna á netsambandinu og því að það þarf að sækja það í gegnum netið. En við erum semst að fara að setja Wi-Fi sendi upp núna niður á útsýnispallinum við Minjasvæðið og á næsta vori og þá getum við semst að fara að nota þessa sömu veflægu aukins og raunveruleika tækni niður á svæðinu og sína fólki þá inn í þrívídda líkanið bara það sem það stendur í því herbergi og þá getur menn bara að skoða þetta í símanum eða skoða og velt fyrir sér gripunum og séð hvaða gripir fundust í viðkomandi rými og séð jafnvel þrívíddar myndir af þeim og síðan auðvitað hægt að hafa þetta allt saman með hljóðleiðsögn og þá svona, já, hver veit nema bara að það verði ekki bara Uggi litli sem að verður á Skriðuklaustri, heldur kemur kannski bara Steinun litla þarna líka og þá og þá getum við bara látið hana ganga með fólki svæðið sem hún gróf upp á sínu tíma og möguleikarnir í rauninni þannig óþrjótandi þegar að miðlun annars vegar og ég held að við eigum bara umfram allt þá eigum við vera óhrætt við að prófa alla þessa möguleika sem opnast og því að það nýtist jafnt skólabörnum sem ferðamönnum og miðlunina hún skiptir heilmiklu máli og við getum alveg gert miklu betur heldur við erum að gera í dag. Takk fyrir. Spurningar á sal, síðasti séns, já. Hafið þið haft tækifæri til að spyrja ferðamenn út í miðlunar möguleika? Þeirra upplifun Já, sko, við spurt hvort að við höfum haft tækifæri á að spyrja ferðamenn eitthvað út í og verið með rannsóknir, kom náttúrulega frá Guðrún og Þóru á þessari upplifun þeirra og við gerum það, já, við höfum gert það í kringu sýndarveruleikann að þar eigum við rannsóknargögn, spurningakannanir sem við gerðum svolítið af í tengslum við verkefni líka en við höfum ekki gert það varðandi svæðið sjálft. Skriðuklaustur náttúrulega staðsett hjá Gjalstalla lengra í burtu frá Reykjavík þannig að það er áskorun að byggja upp Gunnarstofnun og allt sem að þar hvaða þýðingu hefur það haft í uppbyggingunni að þessi fornleifagröftur og sér öll miðlunin, hvaða þýðingu hefur hún haft í þessu uppbyggingu? Þýðingin á fornleifauppgreftrinum fyrir uppbyggingu Gunnarstofnunar og uppbyggingu Skriðuklausturs eða endurreist Skriðuklausturs eins og við kölluðum þetta í upphafi að það hefur bara haft gríðarlega mikla þýðingu því að og við getum svona sagt sko að í upphafi 99 þegar að ég hef störf 1. október þá erum við að skrifa auðvitað stefnu og hvernig á nú að fara þessu öllu og þá erum við auðvitað fyrst og fremst bara með, já, við ætlum að halda á lofti þessu merkilega húsi og sögu Gunnars og slíkt en svo náttúrulega fórum við að kafa þarna meira í söguna og við þessi uppgröftur náttúrulega hleypti algjörlega nýju lífi inn í það og við tölum með það í dag að staðarýmynd Skriðuklausturs það auðvitað Gunnar og þetta einstaka hús sem hann byggði og síðan minjarnar og klausturminjarnar og svæðið í kringum það og allt sem við höfum gert í kringum það og síðan auðvitað matur líka. Hvernig ástandið á húsunum sem var Gunnar? Ástandið á Gunnarshúsi? Ástandið á Gunnarshúsi bara mjög gott. Hvernig húsum sem á Skriðuklaustri
það bara mjög gott. Það fyrir að verða 8 árum, það nú vera 10 ár sennilega á næsta ári, þá komist við semst inn loksins til fasteigna ríkisins og þannig að við erum undir ríkisegnum núna með húsin og þannig að þau fá gott viðhald og bara mjög mikill sómi sýndur á því, sko. Takk fyrir góðdeginn, Skúli. Nú veit ég svona áhersamur tekníkar. Eitthvað skoðað í þessu sambandi svona með þessi nýju Google-gleraugu eða lausnir í því sambandi? Já, Guðbrandur, þú spyrir Google-gleraugun. Ég var farin að segja ferðamönnum sem ég var að leysa niður á útsýnispallinu hana fyrir 12 árum held ég, þá var nú fyrst svona þessi gleraugu mitt að koma og umræðu sem að sú tæknilausn reyndar fjall nú síðan á þeim tíma en síðan allt að gerast núna og já, við erum náttúrulega að nota í sýndarveruleikunum og þá erum við að nota þessar Oculus gleraugu sem að Zuckerberg búin að kaupa og meta á núna og við höfum svona, ég ekki búin að skoða nýjustu gerðirnar af þessum gleraugu en þetta náttúrulega, núna loksins að gerast þetta sem ég var að segja við krakkana þegar maður fór með það niður á svæðið, það bara eftir nokkur ár þá bara getið þið sett á okkur gleraugu og þá getið þið hort hérna yfir. Við höfum eins og alveg verið að gera tilraunir með það, með sýndarveruleika gleraugu og farið með fólk og krakka og það alveg sérstök upplifun að vera kannski með hóp af börnum inni í Klausturkirkjunni og rétta þeim síðan gleraugun og láta þau horfa í kringu sig og sjá, já, var þetta svona, vá! En þetta tæknin komin á þann stað núna, ég held að þetta svona sé alveg að detta inn en síðan auðvitað símarnir líka bara orðnir líka miklu betri að því leytinu til að þú getur auðvitað verið að skanna yfir svæðið og nota það svona kannski með aðeins svipuðum hættu og búðastígnum á Þingvöllum. Já, takk fyrir Skúlbjörn, alltaf gaman að hlusta á þetta. Hérna Ágústa heiti ég til Jóhannesar. En hvernig stendur á því að Skriðuklaustur, austur á landi, getur staðið í svona verkefni? Og ég hef smá grun svarið. Getur þú sagt okkur hvaða höfðar gera það verkefni að þú getur fjármagna svona verkefni? Það bara því að við fjármagnum ekki þessu verkefni. Við gerum þetta bara á þess að fá fjármagn. En hérna, nei ekki alveg, það nú ekki alveg svo einfalt. En hérna spurt fjármagn, já. Við höfum náttúrulega megin ástæðan kannski bara brennandi áhugi minn og drifkraftur í sambandi við þetta og áhugi alla tíð á svona miðlunarþætti og tækni. En við höfum auðvitað notið þess líka að fara inn í Evrópuverkefni og með Evrópuverkefnum þá kannski fyrst og fremst fær maður pening þar sem maður getur verið að kaupa tækin og það munar alveg það. En síðan höfum við lagt líka megin áherslun á það og í öllum þessum Evrópuverkefnum sem ég hef farið inn í að það í rauninni það að við erum að reyna að finna lausnirnar sem að geta nýst litlu aðilunum sem hafa ekki efni á því að kaupa gagarinn eða slík stór fyrirtæki til þess að koma inn og búa til og miðla. Og tæknin hefur líka bara unnið svo mikið með okkur í því að það alltaf, þú getur nánast fundið allt þetta aðgangurinn sem við notum til þess að miðla þessu 360 gráðu efni okkar og nýtist í rauninni á snertiskjám og þú getur bara sett upp. Þetta bara gerum við á staðnum af því að þetta bara mjög einfalt og notendavænt og líka einfalt að búa það til. Þannig að lausnirnar eru svo miklu fleiri heldur en bara það að fara út í, það gaman, ef maður hefur peningana, að fara út í það að gera flottar sýningar og flottar margmælun og slíkt, en við þurfum ekki bíða eftir að fá þá peninga, við getum líka gert miklu meira sjálf heldur en við gerum. Kristínu aftur, þakka fyrir samstandi og ég sé á minni sem okkar í. Við langar líka að minnast á að við hjá Minjastofnun vorum mondukallin og komum í eftir Google-gleru og hérna að láta búa til einhverja fríkalega frífætur gera það í kringu rústinnar. Þannig að við langar að vita hvernig tæknin orðið núna. Tæknin? Getur það bara einhverja lilla Wi-Fi-stönd? Nei, sko, ég á nú þennan búnað ennþá Kristínhöld, sko, þetta voru nú ekki hrikalegi þrífætur, þetta voru svona stóri sendar á fimm stöðum í kringu rústirnar. En tæknin henni hefur fleygt fram og þetta web-based AR gerir það svona að verkum að
komumst kannski nálægt í en við komumst samt ekki á þann stað sem við myndum gera með því að setja upp svona senda af því að með þeim búnaði að þá ertu komin niður í að geta verið, þá er nákvæmnin komin niður í svona 25 cm á meðan að við erum ennþá stöndu svolítið frammi fyrir því þannig að þá getur maður sem sagt verið með líkanið og lagt það ofan á rústirnar og þú getur gengið inn í því og jafnvel sett upp sýndarveruleikler og þú væri samt örugur að reka þig ekki tærnar í veggina en það er hægt orðið að sýna meira auðvitað heldur en þegar að þú hafnaðir erindinu. Já, ok. Ég held að hann hafa undan, en þú verður næst. Það er bara síminn, nota símann. Já, takk fyrir Björg, skemmtilegt er mjög gott og ykkur allum. En mér langar að spyrja í sambandi við þessa tækni, hefurðu þá í rauninni alið upp kynslóð eða fyrirtæki eða komið þannig að hér er innlend þekking á svona miðlum? Þannig að er þetta fórstu mikið út fyrir aðstæðnum eða hvernig svona, getur aðeins lýst því? Varðandi miðlunina, það sem og þekkingu sem hefur orðið sem situr eftir, það er eins og ég segi, þá gerum við náttúrulega bara mjög margt af þessu innan hús hjá okkur. Þannig að það hefur orðið bara til þekking hjá mér og mínu starfsfólki. Síðan en auðvitað sýndarveruleikinn sem að Skotarnir gerðu af byggingunum og það er náttúrulega svona aðeins stærra verkefni þó að við höfum gert það með litlum tilkostnaði svona með að við hvað kostar að gera þrívíddarlíkon svona almennt en þannig að það er svona við sækjum ennþá til þeirra með að uppfæra það en við erum síðan við getum sagt svona já, bara svona til að gefa þá vísbendingu það sem sagt þetta SAPPAR sem ég nefndi og við notum sem svona vefgáttin sem við erum að nota til þess að gera þennan svona veflæga aukna raunveruleika og sem er svona orðið svolítið ráðandi í þessari framsetningu hjá okkur og miðlun að þá kaupum við í rauninni bara áskrift og ég er einmitt að fara að semja næstu 3 ár og hún svo sem hún er ekkert ókeypis, þetta er fyrirtæki út í Bretlandi og við erum að borga svona 400.000 á ári fyrir það en það er líka aðgengi að sem sagt það keyrir allt saman þetta efni sem við erum að miðla og þetta fer bara í gegnum browserinn á símanu hjá fólki, það þarf ekki að downloada neinu appi, það er lykilatriði og síðan er sömulegis fylgir með þessu stúdíóið sem að við getum verið að setja allar upplýsingarnar sem við erum að setja inn þannig að við erum bara með þrívíddar eins og Uggilitlir gerðu þannig að við setjum það í rauninni síðan saman þetta kostaði sitt að búa til þessan karakter og við gerðum þetta alla leið og fengum Birgittu Birgis leikonu og afkomanda skáldsins til þess að lesa inn og allt svoleiðis en síðan samsetningin á til dæmis hljóði og síðan þrívíddar karakternum og slíku og setja þetta upp síðan í þessar 14 senur sem við erum með vítt og breytt húsið það gerum við bara í þessu stúdíó í SAPPAR inn í tölvu hjá okkur og getur þar að leiðandi breytt og til dæmis var þar að leiðandi bara mjög einfalt að fara að láta hann tala ensku því að þá þurftum við bara að taka upp enska hljóðleiðsögn og svo bara bættum við enska leiðsögn og settum svo bara inn 14 hljóðfæla nýja. Já, ég held að við ljúkum þessu bara á þessum nótum. Takk kærlega Skúli. Og
við vonum bara að þetta málþing veki fólk til umhugsunar og að samtalið fornleifar og ferðaþjónustu muni halda áfram. Við viljum þakka Þjóðminjasafni Íslands fyrir gott samstarf, fyrirlestrunum fyrir að vilja taka þátt í þessu með okkur og ykkur sem hlýtuð bæði í eigin persónu og í gegnum netið. Og að ári liðnu munum við fagna 110 ára afmæli Kristjáns Eldjárns og þá verður dagskráin ekki síðri. Þannig að við segjum bara góða helgi og sjáumst næst. Já,